Ágætu bæjarfulltrúar og gestir. 575. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkilnesi í Hljómahöll 15. nóvember 2019 er hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Eydís Hensi Pétursdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Felix Rúnarsson, Jasmína Sarnak, Baldur Guðmundsson, Ríkharður Ibsen, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og sá sem hér stendur Jóhann Friðrik Friðriksson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartansinni. Nú á dagskránni liggja fyrir 7 mála dagskrá. Fyrst skal nefna fundargerð bæjarráðs og eru þær 3 talsins frá 17., 24. og 31. október 2019. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það eru 2 talsins frá 18. október og 1. nóvember 2019. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 17. október 2019. Fundargerð framtíðarnefndar frá 23. október 2019. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. október 2019. Fundargerð fræðsluráðs frá 25. október 2019. Og síðan er það fundargerð barnaverndarnefndar frá 28. október 2019 sem að lögð hér fram. Nú þá hefjum við leika og það er fundargerðir bæjarráðs og er orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Díana Hilmarsdóttir hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Díana. Góðan daginn, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar að koma upp undir fundi bæjarráðs nr. 1240 frá 17. október, samráðshópur framtíð Kölku. Fyrir það fyrsta vil ég lýsa yfir ánægju minni með að þessi samráðshópur hafi verið settur á laggirnar og enn frekar þá fagna ég þeirri skoðun hópsins að falli verði frá sameiningarviðræðum Kölku og Sorpu. Það var skoðun okkar í Framsókn frá upphafi að það þyrfti að skoða þessar umræður sameiningu Kölku og Sorpu til hlítar og eins og ég hef sagt áður þá er Kalka í sérstöðu og við eigum að flýta okkur hægt og skoða allar mögulega sviðsmyndir áður en einhver ákvarðanir eru teknar. Við þurfum að halda rétt á spilunum. Umhverfisráðherra hefur boðað frumvarp urðunarskatt þar sem urðunarskattur mun vera lagður á allan urðanúrgang 7,5 krónu á hvert kíló fyrsta árið 2020 og fullan skatt 2021 sem er 15 krónur kíló ef frumvarpið verður að veruleika. Og sérstæða Kölku sem brennslu er að við greiðum ekki urðunarskatt nema mögulega botnusku og það fer eftir í hvort með bottaskan verði skilgreind sem virkur eða óvirkur úrgangur og það er lítið hlutfall með við heildarmagni sem fellur til og það þarf einnig að skoða alla möguleika sem eru fyrir hendi í frekari flokkun sem gefur möguleika til að auka nýtingu brennslunar til förgunar á dýrari úrgangi til brennslu í vinnslustöð Kölku og má þar til dæmis nefna spilliefni, dýrahræ, sóttmengaðan úrgang sem að kemur allar til Kölku í dag og fleira. Og nú er verið að fara að gera nýja eða uppfæra umhverfisstefnu fyrir Reykjanesbæ og ég tel mjög mikilvægt að samræmi sé í umhverfisstefnu Reykjanesbæjar og stefnu Kölku í úrgangsmálum og best tel ég að sveitarfélögin sem eru eigendur Kölku myndu reyna að samræma sína umhverfisstefnu í úrgangsmálum eftir bestu getu þar sem að klárlega er sameiginlega hagsmuni að ræða. Og svo langar mig að koma aðeins inn á fund bæjarráðs nr. 1242 frá 31. október sem er ályktun opins fundar mengandi stóriðju í Helguvík. Ég vil fyrst segja að mér þótti miður og komast ekki á fundinn. Þessi ályktun hópsins kom mér á óvart þar sem að meirihlutin hefur gefið frá sér yfirlýsingu þess eðlis að hann hafni stóriðju í Helguvík og hefur hvatt eigendur til að hætta við verksmið áform sín. Og skoðun meirihlutans í þessu máli ætti því ekki að fara á milli mála. Það var eitt af stefnumálum Framsóknarflokksins að hafna mengandi stóriðju í Helguvík og ég get staðið hér og bara tala fyrir mig þegar ég segi að ég mun aldrei samþykkja mengandi stóriðju í Helguvík. Takk fyrir. Jasmína Sargik hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Jasmína. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir bæjarbúar og gestir. Ég kem hérna undir lið 3 í fundargerð bæjarráðs
frá 17. október erindi frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Verkefni sem heitir Cities with Refugees, sem sagt borgir með flóttamönnum, mikilvægt samstöðu átak sem hefur verið sett á stað af Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna ásamt hópi borgarstjóra allan heim. Þetta átak sveitarfélaga og borgarna út allan heim sem snýst að því að sýna samstöðu við flóttamenn. Samstaða felur í sér að bjóða umhverfi þar sem flóttamenn eru velkomin í og styðja við þátttöku þeirra í samfélaginu. Samfélag sem vinnur að því að styðja við flóttamenn og þannig stuðla að því að leiða samfélag okkar saman. Okkur boðið að skrifa undir samstöðu yfirlýsingu. Slík yfirlýsing samstöðu til þess fallin að sterk skilaboð út í alþjóðlegt samfélag og ekki síst samfélag á Íslandi samstöðu fyrir fjölskyldur sem neyðast að flýja. Nú þegar hafa bæjarstjórar yfir 200 borgir og sveitarfélög yfir 50 lönd skrifa undir þessa yfirlýsingu og eru að kalla eftir fleiri borgum og sveitarfélögum til liðs við sig að bjóða flóttamönnum velkomin í samfélög, en á sama skapi þeim fyrst og fremst boðið að vera hluti af samfélaginu. Það 25 milljóna manns í heiminum á flótta þessar stundir. Það hefur aldrei verið eins mikið þörf og núna á því að fólkið, sveitarfélög, borgir og ríki sína samstöðu og sinna þessu mikilvæga verkefni. Ábyrgðin liggur hjá okkur öllum en ekki bara hjá sumum. Þetta samfélagsverkefni okkar alla. Samfélög á Íslandi og út allan heim eiga öll sem eitt taka þátt í því að búa flóttamönnum betri framtíð. Alþjóðlegt samstarf snýst ekki bara að þiggja, heldur einnig að gefa. Ákvarðanir alþjóðlega vísu að styðja við stríð og átök, ofbeldi og ofsóknir fylgja einnig skyldur það að minnstakosti. Veita þá því fólki sem þarf að flýja slíka hörmunga öryggi. Hvað þá betra en að gefa flóttamönnum tækifæri til að búa í öruggu samfélagi eins og okkar, þar sem þau upplifa sig örugg og velkomin. Ofbeldi og ofsóknir daglegbrauð flóttamanna sem flestum hér á Íslandi og út í heim finnst fjarlægt. Fólk á flótta ekki flýja að því þeim finnst gaman að því. Heldur einfaldlega vegna þess, þetta síðasta úrræði sem fólk kýs og í þeim eina tilgangi og það að lífa af. Það kippt undan þeim fótum á einhver tíma, allt sem þau þekkja farið og horfið. Þau skilja allt sitt eftir, húsið, vinnu, fjölskyldu, vini, til þess að finna öryggi upp á nýtt fyrir sig og fjölskyldu sínar, í öðrum ríkjum og samfélögum. Ég sem upplifði slíkt, þar sem ég og mín fjölskylda misti allt á einu nóttu og vorum neitt að þurfa að vera á flótta, gat ekki orðið bundist, en að leyfa mér hér á þessu vettvangi undir þessu lið að tjá mig málið. Kannski ekki hlutlaust, en klárlega málstað sem ég tel þess virði að tala fyrir. Ég nýt tækifæri hvar sem ég get talað málstað þessa fólks. Rödd eina sem ég til mig hafa til að vekja athygli á þessu mikilvæga málaflokki. Ég veit að við í Reykjanesbæ sem samfélag stöðugt að vinna að því að bæta innviði okkar, þjónustu og stjórnkerfi til að mæta þörfum íbúa og þar með nýrra íbúa. Þessi vinna mikilvæg fyrir sameiginlega framtíð okkar. Sem samfélag berum við ábyrgð að taka á móti og taka nýja íbúa með í reikningsdæmi og gæta þess að sveitarfélag okkar verður sterkara og betra fyrir vikið. Þar sem við, Reykjanesbæ, þannig samfélag sem styður við flóttafólk og fjölskyldur. Þeirra nú þegar, þá engin rök sem mæla gegn því að skrifa ekki undir slíka yfirlýsingu. Hér í okkar samfélagi búa bæði flóttafólk sem komið í sveitarfélagi okkar á sínum tíma sem kvóta flóttafólk, svo kallað. En einnig fólk sem búin að fá flóttamannastatus eftir málsmeðferð þeirra hjá Útlendingastofnun alþjóðlega vernd. Við í Þokkabót búum í samfélagi þar sem fjölmenning og fjölbreytileiki hæst á landinu, því hér búa tæp 26% af fólki af erlendu uppruna. Við getum alltaf gert betur.
í öllu sem við gerum. En við megum ekki glema því, samt sem áður, að klappa okkur á bakið og vera stolt af því að Reykjanesbæ er sveitarfélag sem tekur þessa samfélagslega ábyrgð til sín og ger það vel. Við eigum vera stolt af því okkar starfsfólki sem sinnir þessari þjónustu daglega því ég veit að þeir gera hana vel. Hér veitum við fólki öryggi til að dafna og athafna sig í daglegu lífi. Hér bjóðum við góða þjónustu, bæði hjá velferðarsviði, leikskólum og skólum. Við erum epla einstaklinga til að geta tekið þátt í samfélaginu. Hér hugsum við einnig velferð þeirra með því að veita menntun og jöfn tækifæri. Við styðjum þá og eflum þá á flest öllum sviðum. Með þessu erum við að fá betri og fjölbreyttara samfélag. Við erum auðga nýsköpum með því að veita flóttamönnum tækifæri að búa hér. Fjölbreytni reynslu og hugmyndir flóttamanna færa okkur nýja sköpunargáfu. Eitt slíkt dæmi til dæmis veitingastæðin yfir Hafnargötu. Við erum að fá auð og þekkingu sem við búum ekki alltaf yfir. Við erum þannig að fá efnahagslegan, menningarlegan og félagslegan hagvöxt í íslenskt samfélag. Framlag flóttamanna og innflytjana er ómetanlegur. Þess vegna segi ég alltaf að flóttamenn og innflytjendur eru ekki vandamál, heldur tækifæri og við eigum líta á það þannig. Og ég nýt þennan vettvang til að skora öll sveitarfélög, bæði í öðrum löndum og sérstaklega hér á Íslandi, að taka til sín og sína samfélagslega ábyrgð og hjálpa einstaklingum, fjölskyldu, börnum sem eru á flótta. Það liggur augum uppi að Reykjanesbæ getur ekki hjálpa öllum 25 milljóna manns á flótta en við getum klárlega hjálpað með því að skrifa undir samstöðuyfirlýsingu eins og þessa og þannig hvort önnur sveitarfélög, borgir og ríki gera það sama. Takk fyrir. Já, forseti, við viljum bara nota tækifæri og þakka sérstaklega fyrir þessa góðu ræðu og ég get heilsugar tekið undir hana. Það liggur fyrir að þetta erindi er hjá bæjarstjórn og vænti þess að við munum taka ákvörðun það þegar það kemur til okkar til afgreiðslu. Nú orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Guðbrandur. Fórsti ágætu bæjarfulltrúar. Maður er eiginlega bara hálf viku að maður eftir þessa ræðuna Jasmínu og mér langar að þakka henni fyrir þessa ræðu og bara ágætis áminning fyrir okkur sem að hér erum að við skoðum aðstæður fleiri heldur en okkar sjálfra. Ég vil bara fullvísa Jasmínu það að erindinu var ekki frestað eða menn settu þetta ekki í þennan farveg til þess að drepa þetta mál eða þæfa þetta mál heldur vegna þess að við töldum eðlilegt að reyna að gera okkur grein fyrir því hvort það væri verið að senda okkur bara þetta bréf eða hvort að önnur sveitarfélög á Íslandi væri líka að fá sams konar bréf. Og eins og Jasmína benti á hér í ræðinni þá er þetta samfélagslegt verkefni. Þetta er ekki að snúa að einu sveitarfélagi umfram önnur. Heldur eigum við sem þjóð að hafa dug í að taka á svona málum. Þegar fólk leggur af stað frá heimkynnum sínum á ónýtum árabátum, vitandi það að helmingurinn kemst bara til lands, þá eru menn ekki að gera þetta ganni sínu. Þannig ég held að við ættum að taka svona erindi alvarlega og að mikilli auðmýkt og virðingu. Mér langar líka aðeins að nefna síðasta mál á fundi bæjarráðs frá 31. október þar sem við vorum að fara yfir fjárhagsáætlun sem er nú auðvitað það sem
það stýritæki sem við erum að vinna eftir og ætlum að vinna eftir á næsta ári og næstu árum. Og ég held að ég verði nú að segja það að þessi vinna hefur gengið mjög vel og embættismenn eru mjög duglegir að upplýsa okkur hvað þarf að gera í þessu sveitarfélagi, í hvað þarf að setja fjármuni. Og við erum búin að eiga bæði meirihluta og minnihluta fundi með embættismönnum og síðan hafa komið þeir allir í bæjarráði síðast og fóru yfir stöðu síns málaflokks. Og við erum núna fljótlega eða á seinni bæjarstjórnarfundinum í þessu mánuði að fara að ræða til fyrri umræðu fjárhagsáætlunina og við erum að sjá fyrir endan á þessari vinnu. Við ætlum að fara í næsta bæjarráði að ræða gjaldskrána sem er nú svolítið innrömmuð í framhaldi af þeim kjarasamningum sem voru undirritaðir síðastliðið vor, þar sem að Samband sveitarfélaga skuldbatt sig fyrir hönd sveitarfélaga á Íslandi að tempra gjaldskrárbreytingar og horfa til þess að fara ekki umfram 2,5% hækkun. Og við munum auðvitað að sjálfsögðu reyna að bregðast við því. En við erum auðvitað í vaxandi samfélagi þar sem þjónustu þörf er að aukast frá ári til árs vegna mikillar fjölgun íbúa. Við erum líka í samfélagi þar sem að fjárfestingar þörf er að aukast og eins og við vitum og þeir sem hafa fylgst með rekstri sveitarfélagsins undanfarin ár þá hefur sveitarfélagi ekki fjárfest að neinu viti undanfarin ár. Og það hefur nú verið þannig að fjárfestingar hafa verið minni en afskriftir sem að þýðir þá að við erum að ekki halda í við það sem að við ættum í raun og veru að vera að gera. Þrátt fyrir það að við séum núna að lækka framleiða hlutfall talsvert frá fyrra ári þá reynir samt á það að við náum að halda því. Við gerum ráð fyrir 11,8% framleið af rekstri og það gerðum við í samkomulagi við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og við auðvitað verðum að reyna að vinna samkvæmt því en það reynir samt á vegna þess að hér bara fjölgar íbúum og við þurfum að mæta því. Við erum að setja talsverða fjármuni inn í fræðslumálin sem er langstærsti málaflokkurinn okkar og það er auðvitað bara lögbundið verkefni sem að við getum ekkert skorast undan. En á sama tíma erum við að reyna að þjóna þeim skuldum sem á sveitarfélaginu hvíla og við þurfum líka að bretta upp erma þar. Við vorum í síðasta ársreikningi að sýna fram á skuldaviðmið upp á 137 og við þurfum að gera miklu betur. Við Reykjavíkurborg er að kynna skuldaviðmið hjá sér á borgarsjóði upp á 73% og við viljum endilega komast niður fyrir 100% með bæjarsjóð. Þannig að það er verk að vinna, það eru áskoranir og við höfum auðvitað bara að vera tilbúin að taka á þeim og vinna með þær. Það er búið að vera uppgangur í samfélaginu okkar og vonandi verður hann áfram. Við fengum góða fréttir í morgun, það er búið að stofna nýtt flugfélag og það er verið að auglýsa eftir fullt af fólki til vinnu hjá þessu flugfélagi sem að verður staðsett hér upp á Keflavíkurflugvelli. Þannig að við skulum bara vona og við vitum og væntum þess að hlutirnir haldi áfram að ganga jafnvel eins og það er að vera að gera undanförnu. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Ríkharður Ibsen hefur kast í hljóðs. Gjör svo vel, Ríkharður, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp
undir fundargerð bæjarráðs frá 31. október 7. lið fjárhagsáætlun 2020 og það sem hér forsendur fjárhagsáætlunar að ræða þá viljum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi bókun. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að tekjur frá fasteignagjöldum verði lækkaður 100 milljónir úr 1800 milljónum í 1700 milljónir í tillögum fjárhagsramma skatttekna í drögum að fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Reykjanesbær hefur árabil verið með hæstu fasteignaskattan á landinu og hér aðeins að ræða lækkun sem nemur 0,7% af heildartekjum. Fjöldi bæjarbúa hefur kvartað undan auknum skattbyrðum í kjölfar hækkunar fasteignamats síðustu ára. Fasteignaskattur ekkert annað en eignaskattur sem ekki aðeins tekjuauki fyrir sveitarfélög heldur íþyngjandi kostnaðarauki fyrir almenning og fyrirtæki og kemur niður á samkeppnishæfni sveitarfélagsins. Takk. Já, forseti langar aðeins að taka til máls varðandi þessa bókun Sjálfstæðisflokksins. Það vill nú svo til að það lagt til þarna að fasteignagjöld séu lækkuð umfram þá hækkun sem liggur fyrir og kemur auðvitað til að því einu saman að fasteignaverð í sveitarfélaginu hefur hækkað. Það út af fyrir sig mjög jákvætt. Ég man þá tíð hér að það voru 150 íbúðir í Reykjanesbæ og hús tóm fyrir 5 árum síðan. Nú hefur viðsnúningurinn verið gríðarlega mikill, því ber að fagna. Það líka vert að taka það fram að þessi liður hefur verið lækkaður. Þetta nú í 3. skiptið, ef ég man rétt, sem að fasteignaskattar eru lækkaðir. Og ég veit ekki hvar félagar mínir í meirihlutanum standa, en ég held að þeir séu allir sammála mér í því að við viljum ekki leggja íþyngjandi byrðar á bæjarbúa umfram það sem nauðsynlegt til þess að geta hér rekið sveitarfélag með sóma. Það liggur alveg fyrir að það þarf að gefa á mörgum sviðum á hálfum bæjarins. Sérstaklega vegna þess að hér áður fyrr var óvarlega farið með fjármuni sveitarfélagsins. Og þar að leiðandi eins og Guðbrandur Einarsson minntist á, við lítum fjárfestingar. Við erum að reisa hér stórglæsilega skólabyggingu í Innri-Njarðvík. Það verið að leggja til í þessum fjárhagsramum hækkun til að mynda til menntamála 8% og var það að sjálfsögðu löngu tímabært. En það oft úr vöndu að ráða. Bæjarbúar eiga heimtingu á því að fá góða þjónustu. Að sama skapi liggur fyrir að hér í langan tíma þurfti að hafa álögur óvenjulega háar til þess að mæta óráðsíu fyrir ára og það hefur öllum verið þungbært. Bæði þeim sem að þurfti að taka þær ákvarðanir og líka bæjarbúum. Mér finnst fagnaðarefni að við höfum tækifæri til þess að lækka fasteignaskatta þá núna í 3. skipti. Það einvörðungu hægt vegna þess að staðið hefur verið vel að því að mæta þjónustu nauðsynlegri í sveitarfélaginu undanfarin ár. Þrátt fyrir að ekki væri mikið, eða væri ekki mikið kannski umfram fjármagn. Mér langar líka að geta þess að við finnum fyrir bæjarfulltrúar mikilli þörf fyrir útgjaldaaukningu á öllum sviðum, jafnvel umfram það sem verið núna að leggja fram í fjárhagsramma. Ég held að það væri tiltölulega auðvelt að finna góðan stað fyrir umfram fjármagn og það myndi nýtast eflaust mjög vel en það tekur tíma að snúa skipinu við
Ég vil samt minna á það enn og aftur að hér er ekki bara verið að halda í horfinu, það er verið að leggja til raunlækkun á fasteignagjöldum, raunlækkun sem að allir bæjarbúar munu finna fyrir, og ég vænti þess að það verði góð samstaða það í bæjarstjórn að tryggja það að við getum haldið í horfinu, gert vel í þeim málaflokkum sem að snúa að þjónustu við íbúa, en á sama tíma reynt að lækka álögur eins og mögulegt er í ljósi aðstæðna. Orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs, gjör svo vel, Friðjón. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar og gestir. Langar aðeins að koma hérna upp undir nokkrum málum í bæjarráði. Fyrst vil ég þakka bæjarfulltrúar Jasmínu fyrir frábæra og yndislega ræðu og tek heilsvaðar undir með henni. Þetta mál kemur aftur inn í bæjarráð á næstunni. Bæjarstjóri var falið að skoða málið og ég veit að þá mun vera góður endur á því. Annars sem ég langar að nefna er í bæjarráði 17. október síðastliðinn var lagt fram minnisblað frá samráðshópi framtíð Kölku, en sá sem hér stendur í þeim hópi þar sem var fallið frá hugmyndum sameiningu Sorpu og Kölku og er búið að samþykkja þetta í öllum sveitarfélögum hér á Suðurnesjum, þar að segja þeir sem eiga Kölku. Undanfarnar vikur og framöndan eru margir fundir með bæði einstaklingum og fyrirtækjum og sveitarfélögum um hugmyndir framtíðina í þessum málaflokki, og það er alltaf að koma betur og betur í ljós að Suðurnesin standa mjög vel með Kölku. Reksturinn þar er verið undanfarin 2 ár til fyrirmyndar og má segja það að það hefur verið unnið kraftaverk í endurreist Kölku sem skuldaði á 1400 milljónir fyrir nokkrum mánuðum síðan undir góðri forystu Jón Orfjörð og meðal annars bæjarfulltrúar Ríkharð Síbsens sem var þar í forystu til margra ára og ber að þakka fyrir það. Það er kannski þess vegna sem við stöndum svona vel í dag að allir vilja eiga okkur. Við erum kannski sætasta stelpan á ballinu en við förum varlega með þetta mál og ætlum að gefa okkur góðan tíma til að velta upp hugmyndum og ég mun að sjálfsögðu koma með það inn í bæjarstjórn þegar framlíða stundir. Við langar aðeins að tala fjárhagsáætlun. Nú hefur verið unnið mikið í fjárhagsáætlun undanfarið og á síðasta bæjarráðsfundi þar að segja núna svo hefði þetta nú rétt 31. október var meðal annars tekið fyrir fjárhagsáætlun 2020 þar sem lagðar voru fram nokkrar tillögur svona loka vinnan í fjárhagsáætlunargerðinni. Þar meðal annars voru lagðar fram rammarnir svokölluðu, þar að segja heildar upphæð til mismunandi málaflokka og voru þeir samþykktir af meirihlutanum en minnihlutin sat þar hjá. En ennfremur var lagðar fram tillögur að fjárhagsramma næsta árs sem ég langar aðeins að gera hér að umtalsefni, en það voru 2 þættir sem voru þar mikilvægastir, 3. Í fyrsta lagi vil ég nefna það að gjaldskrá mun ekki hækka meira en 2,5% eins og kemur fram í samkomulagi stéttarfélaga, verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins og sveitarfélaga. En það er búið að leggjast í mikla vinnu í allt sumar og hvernig við getum staðið að þessum málum og þar var lögð fram tillaga að lækka prósentuna í varðandi fasteignagjöld og þar er tillagan tæp 12% lækkun á fasteignagjöldum sem er 140 milljónir lækkun á fasteignagjöldum til íbúa á næsta ári. Þannig erum við að og þannig erum við að reyna að koma til móts við íbúa og vitum að það hefur verið óánægjulegar hækkanir og það eru nú mjög misjafnar
Ég gerði hérna smá könnun áðan, það kemur í ljós til dæmis einbýlishús og parhús í þessu bæjarfélagi. Fasteignamatið hefur hækkað 100% tæplega, 90% á þeim eignum, en gjöldin hafa aftur á móti hækkað 37 til 40%. Þannig að fyrir ekki alveg sama hækkun á fasteignamati og hækkun á gjöldunum. Þannig að ég bara svona halda því til haga. En eins og forseti talaði áðan, þá höfum við lækkað hennar álagningarstöðu núna nokkru sinnum. Hann var rúmlega 0,5%, við erum komið núna niður í 0,36 og tillagan sem staðið var í bæjarráði á síðasta fundi er í 0,32 sem er tæp 12% lækkun, sem er raunlækkun þess að fasteignamatið mun hækka 8% næsta ári. Auk þess var samþykkt á þessum bæjarráðsfundi að lækka álagningarprósent og holræsagjald umtalsvert rúmlega 30% sem gerir það að verkum að við munum þar lækka gjöld 160 milljónir til viðbótar á íbúa og fyrirtæki. Þetta gerir rúmlega 300 milljónir á næsta ári sem við erum að leggja til lækkun. Núna heyri ég á tillögu Sjálfstæðisflokksins að lækka gjöld úr 1800 í 1700. Fasteignagjöldin okkar er að skila tæplega 1900 milljónum á ári. Af því eru tæpar 100 milljónir í afslætti til aldraðra, meðal annars. Það er svona að við höfum úr að spila eftir það 1800 milljónum. Og Sjálfstæðisflokkurinn er að leggja hér til að við tökum þá 100 milljónir niður af því ef ég skil þetta rétt. En það sem kemur mest á óvart er bæði það að þessi tillögur skuli koma fram hérna á bæjarstjórnarfundurum þráttur alla vinnun okkar í sumar og óskir minnihlutans til Sjálfstæðisflokksins, meirihlutans til Sjálfstæðisflokksins að koma með þessar hugmyndir inn í bæjarráð að því að ef við lækkum tekjumegin þá þurfum við að gera eitthvað gjaldamegin. Og það er dálítið sérstakt að koma hingað inn núna þegar þjóðin hlustar og ætla að lækka gjöldin 100 milljónir í viðbót ef ég skildi rétt. Og hvar ætlum við að taka þær tekjur af því að við erum búin að ráðstafa þeim annars staðar? Hvar ætlum við að taka þær? Ætlum við að taka þær frá íþróttunum, skólunum, af því að það er engin til að hinum megin við. Eða ætlum við að gera svo ofta gert hérna áður að bara taka sénsuna því að við munum finna þessar tekjur að fá þessar tekjur. Við erum búin að ræða þetta mjög mikið, það er búin að kynna alla málaflokka niður í smæstu atriði fyrir minnihlutunum. Smæstu atriði. Hver milljón er að fara í? Og það eru tillögur frá sviðsstjórum óskir aukin framlög. Og þess vegna þegar menn vilja lækka tekjuhliðina og svona, þá verða menn að koma með hvar ætlum við að taka það. Það er ekki bara hægt að segja skeru niður eitthvað og hvað þá að gera á móti. En það sem vekur mesta furðu við þetta er það að þetta er í fyrsta skipti sem bókuðu tillaga sem er brot á samningum Reykjanesbæjar við eftirlitsnefndina. Það er klárlega öllum skýrt sem er í bæjarstjórn hvað við eigum að skila í fasteignagjöldum á ári. Hvort sem við viljum það eða ekki. Það er bókfært, skrifað og samþykkt af sama fólki sem ætlar að brjóta það. Það skil ég ekki. Hvernig geta bæjarfulltrúar fullu virðingu þar sem við erum með samning öðrum megin við eftirlitsnefnd af ríkisins og lagt til að við brjóta samningin sem við erum að vinna eftir. Það eru aðra leiði til að fara og þetta kemur mér mjög óvart þessi til að hún sé lögð svona fram að skella þessu fram hérna þegar þjóðin hlustar að lækka þetta 100 milljónir og þá finnst mér með þetta ábyrgðarleysi og vinnubrögð sem er í anda þess sem var gert hérna áður fyrr en ekki anda þess meirihluta sem nú starfar. Baldur Guðmundsson hefur kastið hljóðski, svo er Baldur.
Já, virðulegi forseti, góði bæjarfulltrúar og góði gestir. Kemur fátt á óvart í þessum umræðum og þessum viðbröðum og eiginlega bara svolítið sérstakt að þetta skuli koma á óvart að við skulum koma með þessa tillögu. Og mjög sérstakt að umræða þoli það ekki að þjóðin heyri. Einhvern veginn ég er búin að sitja á nokkra fundi hérna. Þetta er fyrsta skipti sem að ég heyri það að það sé svona ástæðingasteinn, hvort að þjóðin heyri eða ekki, að hérna séum við einhverjum feluleik. Við vinnum bara hlutina á lokuðum fundum, einhverjum reykfylltum bakherbergjum, eins og var í gamla daga. Ég held að við gætum talað hlutina hér, þegar þjóðin heyrir, þegar bæjarbúar eru að fylgjast með okkur og ekkert af því að þeir sé að fylgjast með okkur, ég skil þetta ekki alveg. En það er ekki annað, það er annað mál sko, þetta snýr ekki að tillögunni sem slíkri. Tillagan sem slík er bara það sem að við lögðum fram hérna sem okkar áherslumál á þessum vetri. Við ætlum að fylgja þessu eftir, að við náum fasteignasköttunum niður vegna þess að þið talið lækkun. Þá að tala þetta er eins og með útsöluna. Þegar einhver auglýsing útsölu, það 20% lækkun, það hafa búið að hækka vöruna 30% áður. Þið að tala ef að fasteignamati sem að hækka fyrir þetta 2020, þá hefði að óbreyttri gjaldskrá verið svo og svo mikla tekjur, en við ætlum að lækka þær tekjur. Þær tekjur ekkert í húsi ennþá sko. Við höfum lækkað fasteignaskatt prósentuna síðustu ár. Við höfum bara ekki náð að fylgja eftir hækkun á fasteignamatinu. Og við, svo ég segja enn og aftur, við erum ekkert ein í þessu. Þetta er ekki bara fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem að láta svona. Getur farið inn á byggðastofnun.is. Það er bara skýrsla þetta sem að taka þetta saman. Álögur langhæstar, segja í Keflavík, allt í lagi. En það er þannig. Þetta er á byggðastofnun. ASÍ segir þetta. Bæjarbúar segir þetta. Kíkja á Facebook ef það er einhver heimild. Sko. En við erum sem sagt bara að fylgja þessu eftir. Það er verið að vinna fjárhagsáætlun. Þetta er eitthvað sem við setjum á oddinn. Og við ætlum ekkert að stilla þessu upp þannig að það sé sko taka úr fasteignaskatti og þá eru þið bara að missa af hérna einhverju. Þá fáum við ekki gervigras. Við ætlum ekki að fara að nota þetta sem eitthvað barefli. Við erum bara að vinna að áætlun, það er fullt af römmum. Þetta klípa af hér og þar. Þetta er okkar innlegg í umræðuna og við höldum áfram að vinna í skjóli fyrir þjóðinni, þannig að við fáum frið. En þetta er okkar innlegg. Við lögðum áherslu á þetta og erum bara að fylgja því eftir. Og við munum halda áfram að vera í bæjarráði og fjalla þetta og vinna í rammunum og allt það. Og bara þakka kærlega fyrir að við fengum þessa útlistun í smáatriðum þegar við höfum okkur eftir. Takk fyrir. Já, með leyfi fundarins langar mér að segja nokkur orð hérna fyrir alþjóð. Númer 1. Meiri hlutin að leggja til raunlækkun á fasteignarsköttum. Númer 2. Í fyrsta skipti í mörg ár verið að leggja til lækkun á fasteignarsköttum og atvinnuhúsnæði. Gleymist nú þegar við erum að reyna að vera samkeppnishæf. Við verðum að kalla eftir því og atvinnureikendur hafa kallað eftir því. Það er ekki mikil lækkun, hún mætti að sjálfsögðu vera meiri, en lækkun enga síður, sem er jákvætt. Mér kan líka nefna það sem að bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson kom inn á að við höfum verið að vinna þetta ágæta plagg og komið til með að halda því áfram og vænti þess að fjárhagsáætlun komi
eftir hálfa mánuð, ég man rétt, bæjarstjóri, fyrir fyrstu umræðu. Þannig ég hræðist það ekkit að Sjálfstæðisflokkurinn eða aðrir komi hérna með tillögur. Þeim er það sjálfsögðu velkomið. Hér er að sjálfsögðu vettvangurinn fyrir það. Og ég held að sé engin ástæði til þess að ætla það að menn séu eitthvað að leggja það til að þetta sé unnið í einhverjum reykfylltum bakherbyggjum. Samt sem áður er það nú einu sinni þannig að það hefur verið kallað eftir tillögum við fjárhagsáætlanagerð sem er bara eðlilegt. Við viljum auðvitað vinna vel að henni, ná sem mestri sátt hana. Og það er alveg rétt, tekjur eru ekki alltaf í húsi. Við erum auðvitað brennd af því að menn töldu ofta tíðum tekjur vera í húsi sem að síðan skiluðu sér ekki. Ég held að við ættum alls ekki að fara niður þann stíg, heldur reyna að vinna í semestri-sátt, finna út úr því hvernig við getum komið saman fjárhagsáætlun fyrir Reykjanesbæ sem að við getum öll verið stolt af. Mér langar líka að nefna það í þessu tilliti að á fundum bæjarráðs er að sjálfsögðu kannski farið dýpra í einstaka mál í fjárhagsáætlanagerð, en okkar ágætu embættismenn hafa samt sem áður kynnt sína ramma vel fyrir öllum bæjarfulltrúum og vill ég ítreka það að hægt er að kalla eftir upplýsingum ef að eitthvað er óskýrt eða bæjarfulltrúar hafa áhuga á því að skoða ákveðin mál betur. Þeim er það að sjálfsögðu frjálst og er ég fullviss það að bæjarstjóri og starfsmenn bæjarins og eftir atvikum meiri hluti ef að svo ber undir verður tilbúin til þess að veita þær upplýsingar. Orðið laust. Guðbrandur Einarsson hefur kassi hljóðs, gjör svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég velti fyrir mér úr sæti hvað þetta er á ferðinni. Flutningsmaður þessara bókunar sem hann kallaði svo nefndi að þetta var í bókun en í bókunni er tillaga. Þannig að þetta er í raun og veru ekki bókun heldur tillaga. Þá vænti ég þess, herra forseti, að fyrst að það er komið fram tillaga lækkun á fasteignagjöldum umfram 100 milljónir, umfram þær 800 milljónir sem að samkomulega er við eftirlitsnefnd, að hún verði þá tekin á dagskrá hér og afgreidd. Það er í samræmi við þær tillögur sem að lagðar eru fram á fundu bæjarstjórnar að þeim er ekkert frestað, þeir eru bara afgreiddar. En þá getur væntanlega Sjálfstæðisflokkurinn sagt það að meirihlutinn hafi fellt fyrir þeim tillögum lækkun á fasteignagjöldum. Það er helviti gott í gúdviliði að geta haldið því fram að þessi vondi meirihluti hann felli breytingatillögur lækkun gjalda. Það er verið að leggja til lækkun upp á 100 milljónir umfram það sem að talað var á síðasta fundi bæjarráðs og oddviti Sjálfstæðisflokksins var á þeim fundi og lagði ekki fram eina einustu tillögu. Þar var alveg farið yfir það hvað þessi breyting sem að var rædd á þeim fundi myndi hafa í för með sér. Og bæjarfulltrúi Friðjón fór ágætlega yfir það. Þetta þýðir í raun og veru raunlækkun á fasteignasköttunum. Til viðbótar er verið að leggja til lækkun á fráveitugjaldi eða holræsagjaldi sem að muni auðvitað líka hafa áhrif á samtalstöluna þegar að menn horfa á fasteignagjöldin í heild sinni.
Og eins og Friðjón rakti hér líka á þann, þannig að ég fatt ekki svona. Ég er ekki nógu greindur til að skilja þetta, en þetta er kannski það sem að maður á að gera, að leggja bara fram einhverja tillögur sem að menn þurfa svo ekki að svara fyrir. Nei, auðvitað Baldur þarf maður ekkert að segja hvernig maður ætlar að taka þetta. Jú, víst þarf maður að gera það. Hvernig ætlar að fjármagna þetta? Þjónusta kostar peninga, hún er tekin á skattum. Og ef að skattar eru skornir niður, þá erum við að skera niður þjónustu. Það bara liggur á borðinu. Við erum hér með budget upp á ykkur 15 milljarða, helmingurinn af því fyrir fræðslumál. Og þegar við erum eins skuldsett eins og við höfum verið, skuldsett þetta sveitafélag á Íslandi og höfum þurft að eyða 15% af tekju sveitafélagsins, cirka, í að þjóna þessum skuldum, þá er ekkert mikið eftir í annað. Að reka allt annað sem þetta sveitafélag ætlar að gera umfram það að þjóna skuldir og reka málaflokkin fræðslumál. Engin stóri peningar. Þannig eins og ég nefndi hér áðan, þá er mikil þörf fyrir aukna þjónustu. Mjög mikil þörf og þið fundu það sjálf þegar ég ræddi við sviðsstjórana að margir hafa lagt til og komið fram með tillögur sem eru langt umfram ramma. Langt umfram ramma. Og hvernig ætlum við að gera þetta? Bæjarfulltrúar þurfa að hafa bein í nefinu á köflum og segja nei. Það er ekki alltaf auðvelt. En við þurfum að skila plagginu til eftirlitsnefndar eins og við sömdum við eftirlitsnefndina. Og það er það sem að núverandi meirihluti ætlar að gera. Jú, ég er alveg tilbúin að bara lækka þetta allt saman. En erum við tilbúin að skera niður þjónustuna? Bæjarfulltrúi og Baldur. Ertu klárið það? Menn hafa verið með framsagnar tillögur stuðning við fjölskyldufólk hérna í bænum, við stuðning við íþróttafélögin og það kostar peninga. Það verður ekki tekið upp á götunni. Jú, ef við ætlum að gera samning við íþróttafélögin sem hér eru nefndur á fundi sem getur kostað 50 milljónir, ef við ætlum að hækka hvatagreiðslu sem kostar kannski 15 til 20 milljónir, erum við tilbúin til að sleppa þessu og fjármagna 100 milljónirnar. Bara eru tilbúin til að ræða þetta svona. Þetta kostar allt peninga. Við erum skuldsettasta sveitafélag á Íslandi. Hversu oft þarf ég að segja það? Og meðan við erum skuldsettasta sveitafélag á Íslandi, þá verðum við að hafa okkur sem slík. Ég kom sveitafélagin ekki í þá stöðu að vera skuldsettasta sveitafélag á Íslandi. Ég kom inn í bæjarstjórn á sínu tíma á árinu 2002 og ég varaði alltaf við því sem var að gerast. En það var ekki hlusta á mig. En ég tek að mér að standi því að koma sveitafélaginu út úr þessu og ætla að halda því áfram á með því sitt í bæjarstjórninni. Gylliboð til íbúa þjóna engum tilgangi. Klárum þetta, gerum sveitafélagi þannig, það getur tekist á við það sem að það þarf að gera, þjóna skuldum, þjóna íbúanum. Og hættum þessu blaðri. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Baldur. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Skuldastaða var slæm, það var tekið slæmu búi, þetta er
frasa sem heyrast oft hérna og mjög sérstætt að ég var kosin hérna inn til að vinna að málefnum Vínsbæjar og því hafi allir talað á þá leið hérna sem komið hérna upp sko að svona, já, haf þú því hægan þetta, já, þú, hérna, já, veist þú ekki með neina skoðanir hérna þetta er vandi sem að við vorum að fá frá þér, Baldur, nei, hérna, ykkur þetta er svona stílinn við erum bara að leggja fram þessa tillögu hérna við vitum að það þarf þá að fara í eitthvað aðgerðir ég er ekki alveg búin að sjá alveg heildarmyndina ég held sko að því að það var nefnt að Margrét Sanders var á síðasta bæjarráðsfundi og hún var með einhverja vangaveltur þetta hún er búin að senda inn fyrirspurn þannig að þetta er í vinnslu við vildum koma þess á framfæri þetta er okkar ósk þetta er náttúrulega algjör paranoia að vera að halda því fram að við séum að leggja þetta fram til að sýna fram á þetta er skemmtilegt þetta er alveg ágætis flétta ef maður ég bara það var ekki alveg það sem við vorum að hugsa sko hérna, já, það er snjallt að láta þá briljant við notum meira að þessu þá fyrst þetta fyrir svona illa í ykkur aðlögunar áætlun sem var sett 2012 eða sem þetta kemur út af reglugerð sem sett 2012 þar sem að sveitarfélög þurfa að ná skuldaviðmið undir 150% ákveðins samningu sem gerður hvað ætlum við að gera til að ná þeim árangri ég var að sjá eitthvað staðar á netinu að við varum búin að ná þessum árangri þannig að mér skilst á, ég hef búin að vera að lesa mig í gegnum þessa reglugerð að það megi taka upp aðgerðaáætlun það er alltaf verið að tala ef að hún klikkar það er alltaf verið að gera ráð fyrir worst case scenario að það þurfa að bregðast við en það er eins og það hefði ekki búist við því að það væri bara að sveitarfélög myndum ná árangri myndum bara ná þessu viðmiði þannig að það er ekki þannig þetta er alltof dramatískt að segja við sem að brjóta samning það má alltaf taka upp þessa aðlögun áttun ég bara get ekki betur séð að það stendur svart á hvítu í þessari reglugerð þetta við erum að gera samkomulag við þessa eftirlitsnefnd sem er fulltrúi ríkisins að fylgja eftir ákveðnum svona reglu sem er settu 2012 ef við erum búin að ná þessu viðmiði þá hljótum við að geta tekið upp þennan samning og það er ekki bara að vera að tína til fasteignaskattin, það er að tína til alla liði og það meiri þess að gera slegin varnagli í næstu grein og bara ef eftirlitsnefndin dettur eitthvað í hug þá mega líka hafa áhrif á það en þetta er allt eitthvað sem hægt er að semja en svo ég segi enn aftur ég veit hvernig fjárhagsstaða sveitarfélagsins var ég kom inn 2010 þetta var allt í tómu vesinni þá við veitum það all en ég var ekkert að flýja ég er hérna ennþá ég er ekkert að skammast mín ég vil ennþá vinna alls konar verk ég vil hlusta á bæjarbúa ætla ég að segja ég er bæjarfulltrúi og eitt af því sem er haldið mjög hátt á lofti það er íþyngjandi fasteignaskattar við fengum fullt af fólki hérna fjölgunum var alveg hrikalega mikil hérna meðal annars vegna þess að hérna var fasteigna verið lágt það voru 150 tómar íbúðir eins og komið það fram fyrir það fjölgaði meðal annars út af því og það er ennþá stemning fyrir því að koma hingað og við erum að byggja það er frambúð og annað þetta er farið að heyrast og svo ég nefni aftur, þetta er ekki bara við, þetta eru bæjarbúar, þetta er ASÍ, þetta er byggðastofnun, það eru allir að halda þessu á lofti að við erum á þessum vígstöðum erum við aðeins yfir öðrum. Takk.
Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóð. Skeið svo vel, Friðjón, velkomin í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Hérna á fundi bæjarráðs daginn, þá eftir 7 tíma fundi bæjarráð, það sem allir forystmenn starfsmanna sveitarfélagsins, forstöðumenn og framkvæmdastjórar kynntu sínar tillögur, þá ljóst að til þess að við getum mætt það sem þau telja nauðsynlegt að gera, þá vantaði okkur 500 milljónir með fjárhagsáætlun. Við sátum þarna og hlustuðum á starfsmenn tala tilfinningu og berjast fyrir sínum hlutum, lögbundnum skildum og ekki lögbundnum skildum og tekist var á og ég veit að þetta var mjög erfitt fyrir marga. Eftir þessa tæpa 7 tíma vinnu að þá kom niðurstaðan hjá okkur en hún er náttúrulega ekki greift í stein og það getur vel verið einhverja breytingur á því en það sem ég var að reyna að segja hérna áðan er að í samstarfi fjármál sveitarfélagsins þá er bæjarráð vettvangurinn til að ræða mál, vinna saman, finna sameiginlegar lausnir, reyna að enda málin á einhverju skynsamlegan hátt þannig að við getum haldið áfram vinnunni. Síðasti bæjarráðsfundur var sá fundur sem var síðastur áður en að gjaldskrá sveitarfélagsins var ákveðin. Það þýðir það að á næsta 50dag verður gjaldskráin lögð fram eftir 2 daga. Eftir 2 daga. Það er búið að senda út fundargerðina. Eftir 2 daga verður gjaldskráin send fram sem nauðsynlegt svo við getum klárað að fylla inn og reikna og leggja fram fjárhagsáætlun á eðlilegum tíma. Við erum aðeins og eftir. Og það er það sem fór í taugarnar á mér í þessu máli. Ekki það að þjóðin megi ekki heyra að þetta er allt sýnileg gögn. Að minnihlutum skuli ekki geta gert það sem við Sjálfstæðisflokkurinn afsakið. Sjálfstæðisflokkurinn skuli ekki geta unnið með okkur á þannig faglega hátt sem þeir samþyktu fyrir mörgum mánuðum síðan að gera. Þetta er ekki eitthvað sem er verið ákveða nú síðustu stundu, þessi vinnubrögð og tímasetning allra hlutana frá vori núna fram á haust er búið að ákveða alla tímasetningar og við erum búin að vinna samkvæmt því. Svo þegar við komum hingað að komi þessa tillögu, það er ekki sagt hvernig við höfum að skera 100 milljónir ef við að lækka álagningarstöðulinn. Þetta er allt reiknisaðferð sem við þurfum að nota til að lækka. Við klípum bara ekki af einhvern veginn. Það fyrir taugarnar á mér og maður skuli ekki vinna faglegra en það. Það hefur ekkert með sýning að gera eða það. Ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að blaðra þetta allt síðastliðið ár að lækka fasteignagjöld og að þetta sé allt og hátt og sama tíma vilja er byggja íþróttamannvirki og bæta skólana og ég veit ekki hvað. Og þess vegna finnst mér bara eðlilegt. Það er vel borgað fyrir að vera bæjarfulltrúi Reykjanesbæ. Að menn sinni því af fagmennsku og komi fram með tillögu sem hægt er að taka mark á. Það er engin tillaga, gáfuleg tillaga að koma inn í bæjarstjórn og segja, heyrðu við lækkum þennan liðum 100 milljónir og hvað svo? Þetta eru bara, mér finnst þetta ómarkvisst og mér finnst þetta svona dæmigert sem ekki á að gera. Við erum að vinna eftir lögum og reglum og við viljum gera þetta faglega þannig að við getum gert gjaldahliðina og tekjuhliðina á þann hátt að hún standist. Nei, það skal ekki gert. Við klípum hér og þar, var orðalagið sem notað var fyrir þetta. Við getum fundið svona klípum hér og þar af. Býtu fyrirgefðu. Tíminn er runnin út. Þið eru búin að hafa 3 mánuði til að gera þetta. Ég skil ekki svona vinnubrögð. Klípum hér og þar. Þetta er gaman þegar á næsta bæjarráðsfundi og ég segi, ok, við skulum byrja að klípa hér og þar. Það er það sem þetta snýst um. Við erum að lækka heildartöluna sem fólk íbúar okkar borga í fasteignagjöldunum,
búin að lækka hann 300 miljónum þessu ári, sem mesta lækkun sem nokkur hefur séð í fasteignagjaldlækkun í Reykjanesbæ frá upphafi. Það voru búin að lækka í heildina yfir 40% gjöldin sem við stýrum. Rúmlega 40% afsakið, þetta er nálgast 50% afsakið. Varandi eftirlitsnefndina og fjármálareglur sveitarfélaga sem sagði þetta voru 2012 sem er rétt hjá Bæjarfjöldur og Baldri. Það er ekki einhver samningur sem við tökum bara upp. Baldur hefur verið á fundum eftirlitsnefndinni með öðrum bæjarfulltrúum og hann veit mæta vel að samningurinn er í gildi. Hann er ekki, það er ekki hægt að taka hann í heild sinn og lækka fasteignagjöld. Það getur tekið margra mánuði og ég bara minna bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á að við óskuðum eftir heimild til að auka fjárfestingar 250 milljónir umfram samning. Það búið að taka 2 mánuði. Fyrst munnlega, nú er það skriflega farið og það er ekki komið ennþá. Frestað var fundi. Það er alltaf að tala það eins og við séum ekki með hausinn vel skrúaðan á þegar við ræðum við eftirlitsnefndina. Við sem sitjum í þessum meirihluta frá 2014 erum búin að hitta þá endalaust. Og koma hérna upp og segja, það er þetta að ræða, það er þetta að leysa þetta, þetta er ekkert mál, bara ræða málinn og þá finnum við þetta. Það er ekkert svoleiðis. Ég hlakka til fimmtudaginn, þegar gjaldskráin verður lögð fram, að bæjarfulltrúar sjálfstæðismanna sem komu þar leggi þá tillögu inn í bæjarráð í umræðu gjaldskrá hvernig hann ætla að fara að því að lækka þetta af því að þetta er akkurat í gjaldskráni. Hvernig er þetta að lækka þessar 100 milljónir og tillögur hvað er að klípa af hér og þar. Ríkharður Ibsen hefur kast í hljóðs, gjör svo vel Ríkharður. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég þarf náttúrulega að koma inn í þessa umræðu eftir að hafa lesið þessa tillögu. Það er alveg bókað. Og kannski til að byrja með þá svona fer ég að rifja upp bara fyrir ári síðan, hér bil. Þá vorum við í svipari umræðu varðandi lækkun á fasteignagjöldum, sérstaklega fasteignasköttunum. Og ég veit ekki betur heldur en að við í góðu samstarfi náðum sátt það að lækka fasteignagjöldin. Þannig að mér er svolítið skrítið að það megi alls ekki tala það núna. Ég held við værum einmitt að reyna að huga að hag bæjarbúa, værum öll að berjast fyrir því að hér yrði betra og bættara samfélag. Við þurfum alltaf að vera með einhverjar syndir hér fyrir einhverjum fjöldamörgum árum sem að einhverjir aðilar byggu til og það þarf alltaf að vera einhver svona ásteytingarsteinn. Við erum öll að reyna að vinna þetta saman og ég veit heldur ekki betur heldur en það hafi bara gengið ágætlega. Þannig að ég enn og aftur ítreka að þetta er náttúrulega okkar baráttumál og ég verð að koma því að sko við erum náttúrulega langhæsta sveitarfélagið síðustu 3 ár þegar kemur að fasteignagjöldum. Og í ár erum við að tala það að fasteignamatið að hækka samkvæmt því sem Baldur vísaði áðan, bæði skýrslu Byggðastofnunar, verðlagseftirliti ASÍ, tölum frá samtökum atvinnulífsins og fleirum, að þá erum við að tala það að 37,7% verður hækkunin á fasteignamatinu í ár. Þannig að við erum bara að benda á það þarf að koma prósentinu aðeins lægra. Og við teljum þessa tillögu okkar vera nú bara nokkuð hófara þegar það kemur að því. Talandi samkeppnisgreininguna, við verðum að horfa fram á það að fasteignagjöldin til dæmis í Grindavík eru 57% af fasteignagjöldunum sem eru hér í Reykjanesbæ. 57%. Það er bara rosalega há tala. Þannig að við teljum þetta eitthvað sem er bara tillaga sem við berum á borð og endilega kanna hvort það sé hægt að finna úrlausnir hvað það varðar. Við vitum það að tekjur Reykjanesbæjar núna eru rúmir 15 milljarðar og ýmislegt hefur verið gert vel, við erum ekkert að lasta það, fjarri lagi og varðandi hækkun á fasteignamati að þá er til dæmis fasteignamatið á Akureyri, Jóhann Friðrik, það er hærra heldur en hér í Reykjanesbæ, samt eru fasteignagjöldin þar miklu lægri.
Þannig að við erum bara að reyna að koma hér góðu máli á framfæri og viljum ekki að við séum krossfest fyrir það, mér finnst það bara ekki sanngjarnt, fyrir lagi. Nú, varðandi það að við fórum í að lækka einmitt fasteignagjöldin síðast, sem var bara vel gert, trósa meirihlutanum fyrir það, við náðum bara samkomulagi þar, að þá er skrítið að við getum ekki neina lækkun núna varðandi eftirlitsnefndina en gátum það þá. Minn skilningu var svo að þú gast farið og reynt að laga til ákveðna tölur en svo er svona heildartalan sem þú þarft að vinna með eftirlitsnefndinni. Og ég þakka mitt Friðjóni Rósi áðan, ég fekk nú aldeilis að taka stóran pakka í hendurnar varðandi Kölku, þar sem að skuldirnar voru einmitt 1350 milljónir og neikvætt eigið fyrir einhverja 600 milljónir, stöðu í fundi með lánadrottnum á Kirkjusandi á sínum tíma. Þannig að ég tel bara að það sé mjög eðlilegt að vinna með eftirlitsnefndinu og koma svona ábendingum á framfæri. Finnst það bara ekkert að því. Þannig að ég held að menn megi nú alveg róa sig og reyna þá allavega bara að gera eins og við verðum að gera. Vinna vel saman. Ég held að það hafi bara tekist ágætlega. Nú, annað sem að ég kannski verða að benda á, við til dæmis vorum rosalega sátt við stefnumótun sveitarfélagsins. Og fengum að taka virkan þátt í þeirri vinnu og ég held að það sé alveg frábært plagg. En við vorum að samanskapi mjög ósátt við stjórnskipulagsbreytingarnar. Og það kostuðu nú sitt. Við erum með ákveðna nefndir og annað og við töldum þær bara illa útfærðar. Og ég meina ef að menn að velta því fyrir sér hvað allar klípa og þetta og hitt, þið náttúrulega að stýra sveitarfélaginu og þið ráðið. Og eitthvað óeðlilegt í það að við berum fram tillögu sem hóvar 100 milljón króna lækkun á fasteignagjöldum til þess að reyna að keppa við hins sveitarfélögin, þar sem við erum ekki á nú góðum stað. Ef að mig rekur rétt minni til og þá Selfoss í öðru sæti og ég held að þeir séu nú að reyna að skoða einhverja leiði til þess að bregðast við eðlilega. Þannig að enn og aftur við erum á réttri leið, því má ekki gleyma að við fengum hins svokölluðu magmabréf upp í hendurnar. Þar voru einhverjir 4 milljarðar sem að nýtast vel til þess að borga niður skuldir. Þannig að það er nú ýmislegt hér í gangi sem að gefa það til kynna að við getum fundið leiði til þess að minnka skattbyrði á íbúa bæjarins. Það er allavega mín bjargfasta trú. Takk fyrir. Bara til það er alltaf leið mínum. Já, afsakið þessa töfa og forseti komið inn í pontu. Mér langar að taka hans til máls varandi það sem að bæjarfulltrúi Ríkharður Ibsen var að fara yfir. Margt af því get ég að sjálfsögðu tekið undir þegar kemur að góðri samvinnu bæjarfulltrúa, meirihluta og minnihluta. En það er samt eins og svo og okkur er þröngt stakkur sniðin ennþá og það er erfitt val þegar við þurfum að velja á milli þess að veita þjónustu annars vegar og reyna að minnka álögur og íbúa sama tíma. Bæjarfulltrúi Baldur myndist á að þetta færi eitthvað sérstaklega illa í okkur. Ég vil bara eiginlega segja að þetta fer einhver vel í mig. Ég finnst ekkert að því að við séum að ræða þessi mál hér. Og ég held að það hefur svo sem ekkert komið fram í þessari umræðu sem að dregur eitthvað úr því. Það sem að menn voru bara að velta fyrir sér af hverju þessi tillaga væri komin fram hér og nú. Af hverju hún hefði ekki komið fram í bæjarráði síðasta. Og mér finnst það auðvitað bara skiljanlegt að menn velti því fyrir sér. Skoðanaskipti eru að sjálfsögðu að því góða. Til þess eru við hérna, til þess að skiptast á skoðunum. En mér langar samt að benda á það að ég held að sé alltaf gott að setja fram raunhæfar áætlanir. Bæjarfulltrúi Baldur myndist líka á það hvort að við værum alltaf að gera ráð fyrir einhver worst case scenariói. Ég held að við þurfum að fara bil beggja. Ég held að sé ekki skynsamlegast að gera alltaf ráð fyrir best case scenariói heldur. Við erum að reyna að vera með lappirnar á jörðinni. Það liggur fyrir að það hefur verið gríðarleg íbúafjölgun hjá okkur á undanförnum árum sem eru þetta frábært og ég hef bent á það og ég hef bent á það í bæjarráði einnig að svo íbúafjölgun átti sér stað þrátt fyrir það að það verið mjög háar álögur hér á íbúa. Það er margt sem að
spilar þar inn í hjá fólki hvað það vil búa. Það er auðvitað ánægilegt að við skulum vera búin að vera sætasta stelpan á ballinu eða strákurinn undanfarin ár. Ég vænti þess að það haldi bara áfram. Hvað þá núna þegar við erum að lækka fasteignaskattana? Þá er nú eins gott að við séum tilbúin með hverfin klár. Fyrst að þetta var fjölgunin í ljósi þeirra aðstæðina sem hafa verið hér undanfarin ár. Nú, orðið er laust þennan lið en ég ætla að fá að biðja bæjarfulltrúa að fara að stytta samt sem áður mál sitt og tek það einnig til mín sem forseti. Guðbrandur Einarsson hefur hvatt sér hljóðs, vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég biðst velvirðingar á því að vera að koma hér upp í þriðja skipti en mér langar samt að fá að bregðast við því sem að menn er að segja hér upp í pontu. Jú, vissulega töluðum við það sameiginlega og höfðum það samráð við bæjarstjórnin á síðasta ári að lækka fasteignaskatta. Okkur getum við ekki gert það núna. Í fyrra samþykktum við að fara niður á samkomulagið sem við gerðum eftirlitsnefndina. Nú er Sjálfstæðisflokkurinn að leggja til að við förum niður fyrir það. Og ég vil líka minna á það að það kom fram tillaga í bæjarráði fyrir ekki löngu síðan sem að ég setti fram það að við myndum ekki taka til okkar þá hækkun sem að er fyrir á fasteignamatinu eða verður til viðmiðunar fyrir árið 2020 og það var samþykkt. En við erum að gera meira en það, við erum að fara niður fyrir það. Og ég vil líka benda á það að hér er verið að tala já, Grindavík, þeir eru svo flottir í þessu. Það er nánast bara ókeypis að búa þar, en ég ætla bara að minna á það að skuldahlutfallið í Grindavík er 48,1%. En í Reykjanesbæ var það 137% á síðast ári. Og beri menn það saman. Skuldahlutfallið í Grindavík var ekki nema 16% árinu 2017. En af því þið keyptu hús af HS Orku, þá hækkaði það svona. En við skulum bera saman 137% og 48%. Bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Við erum enn undir liðnum bæjarráð, fyrsta máli og mig langar til þess að koma hérna inn á 3 mál. Fyrsta mál í bæjarráði frá 1240. fundi, þar sem verið að tala niðurstöður á úttekt sem að við höfum verið að vinna í samstarfi við 2 önnur sveitarfélög, það er að segja Árborg og Kópavogsbæ, í verkefni sem að hét einu sinni vísitala félagslegra framfara, en var svo endurnefnt og hefur nú verið síðustu misseri nefnt Framfaravog sveitarfélagana. Þessari vinnu er svo gott sem lokið núna, þessu fyrsta áfanga, það er að segja úttektinni á stöðunni, og það verður kynningafundur mánudaginn 18. nóvember á Hótel Natura, sem er gamla Hótel Loftleiðir við Reykjavíkurflugvöll, sem er hlutlaust svæði þessara 3 sveitarfélaga, og ég vil hvetja bæjarfulltrúa og alla sem að hafa áhuga á því að sjá hver staðan hjá okkur og Árborg og Kópavogi að mæta á þennan fund. En það er okkur mikil ánægja að Michael Green, sem er forstjóri þessa verkefnis í heiminum, að hann verður staddur á landinu meðal annars vegna þessa og einnig út af annarri ráðstöfnum sem hann er að taka þátt í, og verður hérna með okkur til þess að kynna þessa niðurstöður. Við munum svo eiga fund með honum eða fundi svona til þess að ræða framhaldið. Hann fer erlendis eða utan hérna 50 hérna eftir 18. nóvember, ég man ekki, ætla að sé þá ekki 21. og ætla þá að koma til fundar við okkur í Ráðhús Reykjanesbæjar eftir háti á 50 árunum fyrir flugið. Þannig ef einhverju bæjarfulltrúar hafa áhuga að vera viðstaddir slíka fund, þá er það sjálfsagt að bara láta þið vita og við skulum koma því í kring. Annað sem ég langar að nefna hér er
þetta erindi sem að bæjarfulltrúi Jasmína var að spyrja hérna áðan var að the cities with refugees. Vil nú eins og aðrir þakka henni fyrir mjög áhrifaríka ræðu hér áðan. Mér var falið að vinna áfram í málinu og ég var nú reynda búinn að segja Jasmínu þetta, en það er allt til að upplýsa aðra það líka að sú vinna felst í því að kanna eða á þessu lista sem fylgdi erindinu þá voru engin sveitarfélög nefnd, hvorki á Norðurlöndum eða ekki á Norðurlöndum og þar með tala Íslandi, ekkert einasta, og við skildum það ekki alveg. Það voru borgir og sveitarfélög vísvegar Evrópu í heiminum en ekkert frá Norðurlöndunum, og við vildum bara aðeins átt okkur á því, og það er því miður bara ekki komin alveg niðurstaða í það ennþá hvort eða ákvörðuðu ekki þarna, og þá hvort að önnur sveitarfélög á Norðurlöndunum og Íslandi hafi fengið sama erind á sama tíma og við. Við vildum bara svona vita aðeins meira þetta, og leið og niðurstöður í því eru komnar, og þá munum við taka máli aftur á dagskrá og væntanlega afgreiða það. Nú síðan bara að lokum, forseti, á 1241. fundi bæjarráðs þá kemur fram að umboðsmaður barna að boða til barnaþings, 2 daga barnaþings 21. og 22. nóvember næstkomandi, og bæjarfulltrúar og aðrir, starfsmenn og aðrir í þessum málflokkum eru hvattir til að taka þátt og mæta á þetta barnaþing sem hið fyrsta sem haldið á Íslandi, og þetta mál búið að vera í undirbúningi nokkuð tíma. Við fengum fyrirspurn í vor hvort að við getum hjálpað til. Það var sendt boð til stórs hóps barna, vísar í einhverju normaldreifingu eða hvað segir maður, svona slembiúrtak til barna á ákveðnum aldri, barna og ungmenna á Íslandi, og út af því kemur að það eru 7 börn og ungmenni frá Reykjanesbæ sem munu taka þátt í þessu þingi. Þarna á að ræða málefni barna í breiðu samhengi, og ég vil bara nota tækifærið og hvetja bæjarfulltrúa til að mæta. Ríkharður Ibsen hefur hvatt sér hljóðs. Ég gef Ríkharði örstutt tækifæri til þess að tjá sig. Já, forseti bæjarfulltrúar, mér langar bara að koma upp og fá að brjóta fundarsköp eins og Guðbrandur. Hann var alltaf að koma 3 svar, og ef mér rekur rétt minni til þegar við vorum síðast að takast á, sem var mjög hressandi, að þá kom hann einmitt upp 3 svar. Þannig að ég ætlaði bara að fá að koma upp og þakka fyrir hressileg og svona, hvað getum við sagt, skemmtileg átök. Ég held að það sé bara til heilla fyrir bæjarbúa og vonandi bæjarfélagið allt. Og ég vil ítreka það að ég alveg sannfærður það að við höfum eftir að ná vopnum okkar, og gott betur og vel það, vegna þess að hér eru bara öll tækifærin þegar að kemur að Íslandi. Og það kannski þess vegna sem að Friðjón og þeir ávarpa alltaf þjóðin í heild sinni. Það eru margir að horfa til okkar, og ég held við séum bara réttir leið. Takk fyrir. Já, forseti vill árétta það að hann hefur nú, það sem að undir eru 3 fundargerðir bæjarráðs í þessu tilviki. Þá hafa nú menn fengið að tjá sig ansi frjálslega. Ég man nú ekki til þess að ég hef ennþá rekið einn úr pontu, og þess vegna var bæjarfulltrúi Ríkharður Ibsen að sjálfsögðu ekki brjóta fundarsköp, enda bauð ég hann velkomin í pontu. Hefði hann aftur á móti farið upp gegn mínum vilja, þá hefði ég væntanlega beitt þessum hamri í fyrsta skipti frá því ég settist í stól forseta. Nú, fyrir liggur tillaga frá Sjálfstæðisflokknum sem að gengur út á að lækka fasteignagjöld, fasteignaskatta afsakið 100 milljónir, og ég ræddi þetta við þann bæjarfulltrúa sem laði þetta fram. Ég var ekki alveg viss hvort var að ræða bókun eða tillögu, en það liggur þó fyrir að tillögu að ræða, og ber ég hana hér undir fundin. Þeir sem að samþykja tillöguna, vinsamlega skeiða merki. Þeir sem eru á móti. Og hún felld með 6 atkvæðum, 2 sitja hjá og 3 samþykja. Hún sem sagt felld með atkvæðum meirihluta. Nú, fyrir liggur á dagskránni 6 liðir enn, og
læt ég nú umræðum fundagerðir bæjarráðs frá 17., 24. og 30. október lokið og ber fundargerðir bæjarráðs upp við fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt fundagerðirnar, vinsamlegast gefið merki. Og þær eru sem sagt samþyktar með 10 atkvæðum að mér sýnist. Ríkharður Ibsen hefur ákveðið að taka þátt í kosningunni og þær eru samþyktar 11-0. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Ég vil nú vera viss þetta. Nú, næst það annar liður, fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. október og 1. nóvember. Og að vanda tökum við til við að skoða þá liði sem að samþykja þar við að ræða sérstaklega í þeim fundagerðum. Og fyrst ber að nefna fundagerð frá 18. október og þar getur fyrst að nefna 3. lið, Faxabraut 9, fyrirspurn og sá þáttur í fundagerðinni til umræðu, orðið laust þann liði fundagerð. Ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég hann undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt 3. lið, vinsamlegast gefið merki. Hann samþyktur 11-0. Næst myndi það vera 7. liður, Tunguvegur 6 og gef ég orðið laust 7. lið í fundagerð. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég 7. lið í fundagerð upp í fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt þennan lið, vinsamlegast gefið merki. Hann samþyktur 11-0. Næst myndi það vera 10. liður, Mardalur 1-3 og 2-4. Niðurstaða grenndarkynningar, orðið laust þann lið í fundagerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þann lið í fundagerð upp við fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt 10. lið, vinsamlegast gefið merki. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúum að taka eftir þegar atkvæðagreiðsla fer fram. Þeir sem geta samþykkt 10. lið, vinsamlegast gefið merki. Hann samþyktur 11-0. Þá ber ég fundagerðina frá 18. október afsakið orðið laust fundagerðinni í heild sinni. Þeir sem hafa áhuga að taka til máls, vinsamlegast gefið forseta merki. Ef svo ekki þá ber ég fundagerðina í heild sinni upp í fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt fundagerðina, vinsamlegast gefið merki. Hún samþykkt 11-0. Næst það fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 1. nóvember 2019 og að vanda munum við taka til við að ræða og samþykja eða synja þeim þáttum í fundagerð sem sérstaklega þarf að falla og fela fundunum að ræðum. Fyrst ber að nefna 3. lið sem Bogatröð 13 og orðið laust þann lið í fundagerð. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég þann lið í fundagerð til fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt þann lið, vinsamlegast gefið merki. Hann samþyktur 11-0. Næst það 4. liður í fundagerð og gef ég orðið laust 4. lið. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég þann lið í fundagerð undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt 4. lið, vinsamlegast gefið merki. Og hann samþyktur 11-0. Nú 5. liður sem Dalsbraut 15, deiliskipulagsbreyting, orðið laust þann lið í fundagerð. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt 5. lið, vinsamlegast gefið merki. Og hann samþyktur 11-0. Nú næst það 8. liður, aðgerðaráætlun gegn hávaða. Einhverju bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls þann lið. Og svo ekki þá ber ég þann lið í fundagerð undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt þann lið, vinsamlegast gefið merki. Og hann samþyktur 11-0. Næst það fundagerðin í heild sinni og orðið laust fundagerðina í heild sinni. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóð sem fundagerðin í heild sinni. Velkomin í pontu, Guðbrandur. Virðulegur forseti, mig langar að nefna hér 9. liði í seinni fundagerðinni sem endurskoðun aðalskipulags Reykjanesbæjar og bara minna á þessa íbúafundi sem að fyrirhugaðir eru
Við höfðum þann háttin á bæði á síðasta kjörtímabili og líka á þessu að fara í endurskoðun á aðskipulagi sem að eru auðvitað undirstaðan af öllu því sem við erum að gera í raun og veru og á hvaða hátt við ætlum að byggja upp þetta samfélag okkar. Og ég vil bara hvetja fólk til þess að taka þátt í þessum fundum sem að verða dagana 18. til 21. nóvember. Það er held ég mjög gott að fá öll sjónarmið að borðinu fyrir embættismennina að vinna síðan áfram með. Það er búið að halda einhverja fundi meðal annars hér í þessum húsakynnum þar sem að farið var að stað í þessari vinnu og hún tekur svolítinn tíma og þessir fundir verða gott veganesti í það sem á að gera svo í framhaldinu. Orðið er laust. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér ljós. Þessu vel, Baldur. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Kannski að fara aðeins svona utan dagskrár með leyfi forseta því að við erum báðir í forsætisnefnd og ég ræddi þetta á einhverjum fundi í síðasta mánuði hérna bæjarstjórn varðandi breytt vinnulag. Það bara passar akkurat inn í hvernig við afgreiðum þessar fundagerðir. Þá hafa starfsmenn, embættismenn bæjarins verið að vinna erindisbréf sem að hafa farið í gegnum öll ráðin og hafa nánast komið óbreytt tilbaka þess að það er engar athugasemdir. Þannig að mér finnst vanta pínu umræðan það vegna þess að það er verið að leggja til alveg drastíska breytingu á bara stjórnsýslunni hjá okkur. Það er, samkvæmt erindisbréfinu, að það verður samþykkt, þá er hægt að setja allt svona smælki í hendurnar á ráðinu. Og það er fullnaðar afgreiðsla. Og þá það spara okkur voðalega mikinn tíma. Það þurfti ekki að vera með þessar handaruppsteytingar og forseti að skamma okkur fyrir að fylgjast ekki með og allt þetta. Þannig að þetta væri bara afgreitt þegar það kæmi til okkar. Og við værum bara að ræða einhver efni sem stæði út af eða jafnvel ekki sko. En þetta er grundvallarbreyting. Við eigum eftir að funda þetta í forsætisnefndinni til að ræða þetta frekar. Ég ætla ekki að gera ykkur upp einhverja skoðun en ég kalla eftir í að það sé ykkur umræð þetta. Það er eins og fólk bara taka ekkert eftir þess að þetta standi til. Þetta breytir okkar fundi hér ef við færum afgreiðsluvald til ráðanna. Og það kemur helst niður á þessu ráði. Það sem er svona fullt af einhverju sem að við teljum bara vera, þurfum ekki að pæla í, tækifærisleyfin í bæjaráð og þess áttar, þetta hverfi bara. Og þá er það spurningin fyrir okkur, viljum við hafa púlsinn á þessu, viljum við fylgjast með, vera þáttangaður í þessu, eða ætlum við bara að treysta ráðunum og embættismönnunum fyrir þessu og við fáum þá bara það sem er svona þarf sérstakar afgreiðslu. En þá er það að mati ráðana eða mati embættismennina hvort að þeir senda þetta til okkar. Mér finnst það dálítið stórt mál og ég er dálítið hissa á hvað þetta hefur bara farið fram hjá öllum ráðunum án þess að það hafi orðið nein umræðu þetta. Ég er ekkert að kalla umræðu núna, þetta er ágætt sko, ég er bara að þetta sé til umhugsunar vegna þess að við ætlum að funda síðar í mánuðin. Það er hægt að senda okkur tölvupósta bara eða eitthvað svoleiðis, nota síman, það er voða margir að nota síma ég í dag, eða Facebook eða einhverja samskiptaleiðir. Forseti, takk fyrir, geða mér að tækifæri. Já, takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Baldur Guðmundsson. Þetta í eðli sínu er svo sem ekki á dagskrá á þessum fundi. Þannig að bara þakka svo sem þarft innlegg en verð þó að taka fram að erindisbréf verður þetta samþykkt í bæjarstjórn og rætt þau hér. Það mun allir öllum mun gefast tækifæri til þess að hafa skoðun á því. Þessi vinna liggur fyrir og við erum búin að vera að vinna þessu í hverju mánuði. Og í eðli sínu ef að þetta verður breytingin þá er það alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Baldri að það verður þá ákveðin eðlisbreyting og
og mun þá til að mynda ef hún á umhverfis- og skipulagsmál breyta hvernig við afgreiðum þau mál en þangað til þá höfum við þetta form á og munum fylgja því eftir. Nú, orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Nú, það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og ber ég hana undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina við selja skeiða merki. Hún samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 17. október 2019 og gefi orðið laust fundargerðina. Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur kvað sér hljóðs, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, kemur undir fundargerð íþróttaráðs sem mjög góð og skýr og undir lið 1 þar sem að sviðsstjóri umhverfisins fer yfir íþróttamannvirki og fleira í bænum. Og langar mig bara að fagna því að eins og mikil umræða hefur verið milli 2 íþróttafélaga, Keflavíkur og Njarðvíkur í knattspyrnu nýjan gervigrasvöll og líka einnig bara okkar umræðu svona íþróttamannvirki í bænum okkar sem við vitum öll að hefur verið kallað eftir í íþróttahreyfingunni, hvort sem það snýr að knattspyrnu eða körubolta eða öðru og fleiri greinum, íþróttagreinum í Reykjanesbæ. Þá þetta alltaf umhugsunarefni í rauninni hvað við þurfum eða hvað við viljum. Ég bara fagna því að sjá í þessari fundargerð hjá Íþrótta- og tómstundaráði að sé verið að fara að vinna að kostnaðaráætlun og vinna að undirbúning fyrir einn sameiginlegan gervigrasvöll fyrir Njarðvík og Keflavík. Ég bara vona svo sannarlega að allir iðkendur þessara félaga verði ánægðir með völlinn og eigi eftir að nýta hann vel í sameiningu. Það einnig liður 2 og síðasti liðurinn, það skýrsla símalaust námskeið í Keflavík sem haldið var í sumar. Ég las yfir þessa skýrslu og sá örlítið frá þessu sumar, ekki mikið, en ég kom samt auga á þetta í ágúst, ef ég man rétt eftir, að þetta var virkilega vel unnið og gott að sjá að bæjarbúar sem starfa við íþróttahreyfinguna takja skarið og bjóði fram svona í rauninni leikja og hreyfinámskeið fyrir krakka á úlingsaldri því að það einmitt það sem að foreldrar hafa verið kall eftir, einhvers konar tómstundur eða hreyfingu fyrir börn á úlingsaldri því að atvinnulífið rauninni ekki að kalla eftir þessum krökkum á sumrin. Það umræðu þættir menntun og atvinnu á Íslandi, það einhverjir sem kalla eftir einhverjum breytingum í skólakerfinu en þetta einmitt gott verkefni, gott dæmi það að hérna að koma til móts við úlinga sem að hafa jafnvel ekkert að gera, sumir hafa vinnu, aðrir hafa ekki vinnu og þeir einangraðir inn í herbergjunum, í tölvum en þarna voru 2 einstaklingar, kona og maður sem tóku sér til, buðu upp á þetta flotta námskeið og ég fagna þessu og ég vona að við eigum eftir að sjá meira af þessu næstu sumur. Orðið laust. Friðjón Einarsson hefur kvað sér hljóðs. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kemur undir fyrsta lið í bókun Íþrótta- og tómstundaráðs frá því 7. október síðastliðnum. Ég ætla að fagna þessari sameiginlegu niðurstöðu Íþrótta- og tómstundaráðs og ég ætla að hrósa öllum þeir sem að þessu hafa komið fyrir góða vinnu, samstarfið við íþróttahreyfinguna og bæjarfulltrúa og starfsmanna. Þetta til fyrirmyndar hvernig þessi vinnubrögð hafa verið og ég stoltur yfir því að við séum að festa hérna á blað og samþykkja vonandi öll sömul stefnumótun til næstu ára í íþrótta og uppbyggingu íþróttasvæða við áreksbrautina. Til hamingju með þetta og takk fyrir frábæra vinnu sem að þessu komu.
Bæjarstjóri hefur kassi ljós, gerð svo vel Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst rétt að bara það komi fram opinberlega og hér á þessu vettvangi að ef að þetta verður reyndin þá þurfum við að hafa í huga að við eigum ekki Reykjaneshöllina, við erum að leigja hana og nú er ég ekki að segja að það get ekki gengið og leggja gervigrasvöll vestamegin Reykjaneshallar og hugsanlega tengja hann með einhverjum hætti við eða gera ráð fyrir einhver tíma að verði byggð þarna stúka við húsið sem á að nýtast á völlin og svona. Þá þurfum við að hafa það í huga að við erum bara með þetta hús á leigu og þetta mál er í bæjarráði á 5. daginn, þessi vinkill á málinu og þá vonandi ræðum við það betur. En mér finnst nauðsynlegt að þetta komi fram bara hér á þessu vettvangi. Já, ég langar að segja nokkur orð um þetta. Ég verð að viðurkenna það, ég var furðu lostinn þegar ég komst að því að við ættum ekki þetta hús. Greinilega ekki fylgst sérstaklega vel með. Bara vona það að sveitarfélagið muni hafa bolmagn til þess. Þannig að leigja þetta hús áfram eða kaupa það á einhvern tímapunkti. Ég ætla bara rétt að vona það að það sé ekki einhverjar aðrar stórar veigamiklar fasteignir í sveitarfélaginu sem að ég veit ekki hvaða höndum eru. En ég bara get ekki orðið bundist, ég krossbrá þegar ég komst að þessu. Breytir ekki því að ég vonast til þess að við finnum einhverja góða lausn á því. Ég fagna og tek undir með formanni Bæjarráðs að þetta er gríðarlega góð vinna sem hefur verið unnin og það hefur verið tekist ávarandi þessa þætti eðlilega, enda veigamikill þáttur í starfi bæjarins að styrkja og standa með íþróttafélögunum í sveitarfélaginu til góðra verka fyrir börnin okkar og líka til árangus á landsvísu. Við erum líka í samkeppni þar, alveg svo erum í samkeppni varðandi hversu gott er að búa í sveitarfélaginu okkar, þá skiptir íþróttamál og málin gríðarlega miklu máli þar. Þannig að ég vænti þess að þetta verði stuðningur við íþróttafélögin og íþróttahreyfinguna í heild sinni. Nú orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Ef ekki fleiri kveða sér hljós, þá ber ég fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs upp til við fundin til samþykktar, vinsamlegast gefið merki þeir sem geta samþykkt fundargerðina. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð framtíðarnefndar frá 23. október 2019 og er orðið laust fundargerð framtíðarnefndar. Baldur Guðmundsson hefur kvað sér hljós, gerð svo vel Baldur, velkomin í pontu. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Við tókumst á afdáldu þessa framtíðarnefnd þegar ég held bara síðasta bæjarstjórnarfundi, svona spá í hlutverk og hvernig þetta fittar inn í stjórnskipulagið og hvað það fjallum og annað. Og þetta fer alveg ágætlega af stað. Þetta er mjög stór mála í þessu og eitthvað sem snertur okkur öll og við ættum öll að vera að skipta okkur af. Það er svona, var líka punktun hjá með framtíðarnefnd. Þetta er eitthvað sem á kannski að vera ekki inn í einhverjum afkima innan stjórnsýslunnar, heldur þetta sé stóra málið. Og þarna er til dæmis engin aðal bæjarfulltrúi. Ríkar Ífsson er þarna, hann er aðalmaðurinn í dag. Það er allt í góðu. En það var engin embættismaður en bæjarstjóri búinn að axla þessa ábyrgð að vera svona þessari nefnd til halds og trausts og ég veit ekki hvað fylgja verkefnum eftir eins og kemur fram í fyrsta lið sko. En einmitt fyrsti liður er sko stytting vinnuvikunar, samþykkt að vinna málið áfram og bæjarstjóri að falla að koma til að vera mögulegri útfærslu. Þetta er svona, þetta er nánast eins og vinna heimsfriði
og setjum bæjarstjóri í málið. Þetta er mér finnst það svo stórt mál sko. Stytting vinnuvikunar er bara eitthvað sem er verið að skoða í öllum kjarasamningum núna og þetta er eitthvað sem tengist líka bara lýðheilsu nefndinni, lýðheilsumálum. Hvernig förum við inn í þetta nýja samfélag, þar sem kannski fullt af störfum bara hverfa og þá gæti þetta verið ein lausnin fyrir okkur, það er að stytta vinnuvikuna. Þá minnka bara álagið á alla, dreifist á fleiri verða þáttækundur á vinnumarkaði, frekar en að mönnum verið sagt upp. Þannig að þetta mjög að vera bara mjög stórt mál og við eigum náttúrulega að skoða þetta í mjög stóru samhengi, þannig að ekki það, bæjarstjóri er mjög öflugur og allt það, en ég veit ekki hvort að hann næra að klára þetta mál bara fyrir næsta fund. Sko. Ég skil ekki hvað er að fara. Ég er ekki að gagnrýna neitt, en mér finnst bara að við megum alveg taka þetta meira til okkar og gera meira úr þessu. Síðan kemur annarlegu framtíðin í sorpmálum, hvert viljum við stefna og á bakvið þetta svona hóværa hóværa álitana að samtíkin að móta framtíða sín í sorpmálum sem hluta umhverfisstefnu Reykjanesbæjar sem nú er til endurskoðunar. Þá var bara fínasta skýrsla heimsókn til Kristiansand. Fullt af góðum punktur þar sem að var verið að benda á ekki bara sorphirðuna, heldur líka sem þetta var fjallað kísilverð og áhugaverið punktar sem komið þar fram. Hvernig vinna menningamálum, skipulagsmálum, bara fullt og skólamálum. Fullt af mjög áhugaverðu efni sem var í þessu og við ættum sömuleiðis, eins og ég segi, við höfum að taka þetta til okkar, vinna úr þessu. Þetta var vinnabærun okkar og við bara hugsum hlýtt til hans þó að þessi hætti með okkur og lítum til þeirra, þeir eru að gera góða hluti, virðist vera. Og þetta er eitthvað sem við ættum að skoða og einmitt hafa komið inn á þetta fyrir í dag varandi sorpu og kölku. Ég var alltaf á því að við ættum að taka upp þessar allavega sameininga viðræður, allavega að skoða hvaða fletir fara saman vegna þess að mér finnst alveg fáránlegt, nú ætlum ég að tala til þjóðarinnar bara hreinlega, mér finnst alveg fáránlegt að það séu sko einhver 30-40 sorpflokkunarkerfi í gangi hjá 360.000 manns. Þetta er bara rugl. Sé ekki eins og sami liturinn á tunnunum. Við getum ekki komið saman með það eins og niður. Þannig að sömuleiðis er þetta mál, við verðum bara að stíga fram og allavega taka höndur saman með þessum sveitafélagum hérna í kring. Við erum í kompaníi með þeim. Við getum kannski svona sýnt gott fordæmi að samræma þessa hluti. Þannig að ég myndi vilja allavega að skoða þetta í víðara samhengi vegna þess að við eigum þessa sorpmeðingarstöð saman og allt það. En ástæðan fyrir að ég var mjög hrifinn að því að vinna með sorpu var að ég vil skoða alveg stóru myndina sko. En það er ekki boði. Það voru einhver eigendur sorpu sem höfðu ekkert áhuga á þessu, vildi ekki vinna frekar að þessu. Og því ég veit að þetta sama vandamál er hjá sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki alveg, sem þú getur flutt bara 100 metra og þá ertu komin í nýtt sorpflokkunarkerfi sko. Þetta er mjög kjánalegt. Þriðja íbúalýðræði, þetta er bara mjög fínt sko. Við vorum með íbúavef, einhver tilraun til að hlusta á íbúa og við erum með einhverja Facebook síður og hugsanlega eru kannski að taka allt og mikið mark á einhverju Facebook-kvappi, má ramma þetta betur inn og einmitt hlusta á íbúana, taka svona, við þurfum ekki alltaf að bíða eftir eitthvað kísilverðmál komi upp, bara smærri mál í hverfunum, á Ásbrú til dæmis, vinna í því, það er verið að skoða aðalskipulega í allt, hvaða þjónustu vilju að hafa Ásbrú, það er hægt að búa til litlar kannanir sem eru mitt fyrir hvert hverfi fyrir sig og svo framvegis. Þannig að, og svo náttúrulega heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, það er
já, skilst að Kjartan Már hafi bara kynnt málið, en það er þetta orðið þannig að það eru svo margir farnir að líta til heimsmarkmiðana sem svona þetta er það sem við viljum gera. Við erum að stefna þangað og það er allir að máta sig við þetta. Semst, hið opinbera, ríki og sveitafélög, fyrirtæki, allir að máta sig við heimsmarkmiðin og hvernig getum við tekið tillit til þeirra og mattsa saman það sem við erum að gera, og við gerðum þetta mjög glæsilega bara í stefnumótuninni. Þannig að eins og ég segi, mér finnst málin frábær sem eru hérna í framtíðarnefndinni, en mér finnst að þetta þurfi svona aðeins starra svið heldur en þessa einu nefnd. Takk. Formaður bæjarráðs Friðjón Einarsson og hvað sé hljóðs, gerð svo vel Friðjón. Forseti takk til bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að fagna áhuga bæjarfulltrúar Baldurs á framtíðarnefndinni. Þessi nefnd hefur verið mikið rætt hérna og þessi fundargerð sýnir að ekki er þörf á, ekki veitir af. En ég ætla að vekja athygli á öðru sem gerðist hérna, sem kemur enn óvart. Þetta gerðist nefnilega líka síðasta bæjarstjórnarfundi. Það sem menn hann lesa ekki nógu vel fundargerðina. Benda ágætis bæjarfulltrúa Baldri á það að Styrmir Gauti Fjellsteð er bæjarfulltrúi, ekki varamaður í bæjarstjórn. Þetta gerist líka á síðasta fundi. Ég ætla að biðja menn að lesa þetta betur. Takk. Bæjarstjóri hefur hvað sé hljóðs, gerð svo vel Kjartan Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum hérna undir liðinu fundargerð framtíðarnefndar og mér er falið að koma með tillögur að möguleg útfærslu og styttingu vinnuvikunar og ég held að, og ég gat ekki skilið nefndina þannig að ég ætla að koma með það að leggja þær fram á næsta fundi síður en svo. Ég held að maður gerir sér allir grein fyrir því að málið er stórt og verið að ræða mjög víða og við kynntum okkur þetta aðeins fyrir 2 árum en eins og bæjarfulltrúum er eflaust kunnugt að þá hefur Reykjavíkurborg verið að gera ákveðnar tilraunir í þessa veru innan einnar einingar hjá sér og okkur var boðið að sækja kynningafund hvernig til hefur tekist. Ef ég man rétt þá var sá fundur á vegum BSRB og ég komst í miður ekki en Hanna María sem þá var mannustjóri hjá okkur, hún fór á fundin og svona hennar niðurstaða eftir þá kynningu var að þetta væri ekki orðið nógu þroskað þetta mál til þess að við værum að beint að blanda okkur í það þá. En síðan hefur nú umræðan svona vaxið og maður heyrir þetta orðið æ oftar og æ meira og ég held að nefndin og þessi bókuð það með skiljana bara þannig að bæjarstjóri hafi falið að kynna sér máli og hvað er að gerast í þessu núna og kannski koma með tillögur eitthvað staðar og einhvern tímann. Og ég veit að því að mannustjórinn okkar er hér í salnum að hann er í ágætu samstarfi við mannustjóra stærstu sveitarfélaga landsins og suðvesturhorninu og það er verið að ræða þetta og við kynna okkur þetta bara svona í góðri sátt og samvinnu við hins sveitarfélögin og mér langar undir 3. máli íbúalýðræði að benda bæjarfulltrúum á vef sem heitir íbúar.is þar sem að verið er að prófa ýmislegt svona til þess að auka íbúalýðræði og við erum svona að skoða þetta núna líka og Halldóra G. Jónsdóttir Halla sem er aðstofamaður bæjarstjóra og hún er að skoða þetta mál ásamt fleirum fyrir okkur, hvernig við getum aukið íbúalýðræði og að lokum varðandi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þá er það rétt sem framkom í máli Baldurs að við byrjuðum aðeins að tala heimsmarkmiðin og snertum lítilega á þeim í stefnumótuninni okkar í samþykktirinn. Það var ekki mjög djúp pæling og er ekki og við eigum svolítið langt í land ennþá með að ná alveg utan konseptið. En við erum byrjuð að tala þetta og í
á stjórnendadegi sem var hér þann 23. október síðastliðinn, þá fengum við í annað sinn kynningu fyrir stjórnendur Reykjanesbæjar á heimsmarkmiðunum. Í fyrra, fyrir ári síðan, þá kom Páll Magnússon, þá bæjarritari í Kópavogi, en núna verðandi ráðuneytisstjóri í menntamálaráðuneytinu og kynnti fyrir okkur stjórnendum sveitarfélagsins sem þetta eru ykkur 70-80 manna fundir hérna sem við höldum 2 ári, hvað Kópavogsbær var að gera í að nýta heimsmarkmiðin, og það var bara mjög áhugavert. Og núna í ár, eða daginn, þann 23. október síðastliðinn, þá fengum við Ástu Bjarnadóttur sem vinnur í forsætisráðuneytinu og er formaður nefndar á vegum ríkisstjórnarinnar í að innleiða heimsmarkmiðin. Og við erum svona að kynna okkur þetta og þetta fór inn í stefnun okkar eins og þið vitið. Og núna eiga öll svið og allar deildir að vera að búa til starfsáætlanir fyrir næsta ár, og við höfum lagt á það áherslu að Halla aftur að leiða þá vinnu að koma heimsmarkmiðunum í einhverri mynd inn í þessa starfsáætlun. Þannig að menn fara að hugsa og tengja bæði við stefnu sveitarfélagsins, þessa 9 til 2030 og heimsmarkmiðin. Og í því skyni þá höfum við til dæmis hér á eftir annars vegar fundargerð stjórnar Reykjaness hafnar, og þar lögð fram starfsáætlun, og í þessari starfsáætlun fyrir næsta ár ekkert talað heimsmarkmið eða nein tenging hvorki við stefnu sveitarfélagsins eða heimsmarkmiðin, og við höfum beðið hafnarstjóranum að taka þetta mál aftur heim í hérað og skoða betur. Og ég vil bara hvetja ykkur líka, ágætu bæjarfulltrúar sem eruð kjörnum fulltrúar og eruð að vinna með ykkar nefndarfólki sem eru líka kjörnum fulltrúar, að fara yfir þetta mál með þeim. Þannig að nefndarmenn í öllum þessum nefndum og ráðum séu meðvitaðir þessa ákvörðun. Við ætlum að tengja starfsáætlanir næsta árs við annars vegar stefnu sveitarfélagsins sem þið hafið samþykkt, og hins vegar við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Og auðvitað verður þetta lærdómsferli, og þetta verður svona, kannski má segja, grunnt til þess að byrja með, en við verðum að byrja einhvers staðar. Þannig að byrjum að hugsa þetta, byrjum að lesa þessi gögn. Það mikið til af fræðsluefni og alls konar ítarefni inn á heimsmarkmiðin.is. Þar eru skýrslur sem að ríkisstjórnin hefur látið gera og fullt af bæði myndböndum og öðru, og ég vil bara nota tækifærið og hvetja menn til að gera það. Því að annað mál sem að í fanginu á okkur og bæjarráð hefur samþykkt, það þáttaka ásamt þáttaka í verkefni sem að Isavia og frumkvæðið að, sem að snýra því að innleiða heimsmarkmiðin á svona breiðari grunni hér á Suðurnesjum, einhver sérvalin markmið sem að við höfum ekki ennþá valið en erum að vinna í, ásamt Suðurnesjabæ og Grindavík og Vogum og fleiri aðilum hér á svæðinu. Þannig að eins og Baldur nefndi, þetta hugtak, orð, þetta tól og tæki sem við höfum eftir að vinna meira með og heyra oftar talað og bara mikilvægt að við öll, bæði stjórnendur sveitarfélagsins og kjörnir fulltrúar, þekki vel til þessa verkefnis og séu færir að svona taka umræðuna og koma með tillögur sem byggja á þeim. Varðandi að fara með þessi málefni á víðari vettvang, þá held ég að með þessi mál eins og önnur stór mál sem að nefndirnar okkar að ræða og fjalla að þá munu þessar fundargerðir framtíðarnefndar koma hingað til bæjarstjórnar, og ég held að vettvangurum verði ekki víðari eða öflugri heldur en þannig að ég meina bæjarstjórn æðsta vald í málefnum sveitarfélagsins, og hér eru tækifæri til að ræða þessi mál. Og ef að bæjarfulltrúar hafa einhverja sérstaka spurningar eða einhver sérstak mál eða vinkla sem að þið viljið fá upplýsingar eða séu ræddir hér eða frekari gögn eða eitthvað slíkt, að þá það bara sjálfsagt að verða við því, og ég sem starfsmaður þessara nefndar mun þá taka bara vel við slíkum óskum og reyna að gera mitt besta til að upplýsa bæjarfulltrúa svona það sem við getum á hverjum tíma. Ríkharður Ibsen hefur kvatt sér ljós. Ríkharður.
forseti bæjarfulltrúar, já eins og kom fram að þá á ég sæti í framtíðarnefnd og ef mér rekur rétt minni til að þá kom fram í erindisbréfinu að við ættum að horfa svona 15 til 20 ár fram í tíman frá skipin í nefndina og við gerum nú ekki ráð fyrir því að bæjarstjóri leysi nú öll mál fyrir okkur bara sig svona nokkrum dögum eftir að við sátum síðasta fund. En ég hins vegar fagna því að við fáum bæjarstjóra sem embættismann inn í nefndina vegna þess að við höfum svona áhyggjur af því að við vorum ekki með neitt starfsmann í nefndinni. Þannig að ég held að það sé til bóta að við séum komið með bæjarstjóra inn í þetta starf og vonandi getum við haft forystu framtíðar stefnumótun fyrir sveitafélagið eins og kom líka fram í erindisbréfinu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð framtíðarnefndar? Baldur Guðmundsson hefur gefið mig merki, gjör svo vel Baldur. Góði forseti og bæjarfulltrúar og sérstaklega þú Styrmir Gauti. Bið innilegar afsökunar. Þetta var ekki það að ég sé ekki læs eða les ekki gögnin. Þetta skauta bara fram hjá mér. Ef að ég hefði lent í þessu eins og Magga Sanders að gleyma þér á síðasta fundið þá hef ég ekki glemt þér aftur, það er alveg pottþétt. Þannig að ég bið innilegar afsökunar og þetta er ekki það að ég kunni ekki að lesa eða lesi aldrei gögn. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir fundargerð framtíðarnefndar? Ef að svo er ekki þá ber ég fundargerð framtíðarnefndar uppi fundi til samþykktar til þess að geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er það 5. mál á dagskrá fundarins sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. október og er orðið laust fundargerð Reykjaneshafnar. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að fjalla um fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Kannski svona ekki einstaka liði, heldur meira heilrænt. En þarna eru fjármál Reykjaneshafnar rædd og við vitum það að síðustu ár hafa verið mjög erfið höfninni og það er búin að vera að vinna úr því að taka skuldir af höfninni og bæði færa yfir á aðalsjóð og það hefur gengið vel og vonandi klárast þau mál núna fyrir þessi áramót en þá þýðir það að það hvílir eitthvað milljarðar á höfninni sem höfnin á að geta staðið undir til langs tíma. En það sem mér langar að nefna hérna er kannski það að við höfum verið að velta þessu fyrir okkur og það er framtíð Reykjaneshafnar. Hvað ætlum við að gera við höfnina? Og það er hafnir sem við erum að reka. Þurfum við að skera niður, loka höfnum? Hvernig sjáum við framtíðina? Hérna minnka sjávarútvegur stöðugt, ekki bara í okkur, heldur líka í nágranna höfnum. Við sjáum sömu vandamál í Sandgerði þar sem skuldir aukast og tekið minnka. Samúr að gerast hjá okkur. Þessar hafnir eru kannski minning á gamla tíma og í dag virðist vera svo að hafnir eins og okkar eigi sér ekki verið svona von nema að okkur takist að finna verkefni þar sem er raun og veru kíló yfir hafnakant. Það virðist vera einu möguleikarnir til að afla tekna fyrir höfnina. Það er búið að minnka starfsmannahald og þetta er eitthvað sem við í bæjarstjórn þurfum að taka núna á næstunni til umræðu og ég vil bara reyna að beina þið til okkar allra. Við þurfum aðeins að opna augun í þessu og sjá hvað við þurfum að gera því að þetta gengur ekki svona lengur. Við þurfum virkilega að taka á þessum málum og bæjarfulltrúi Guðbrandur Einarsson hefur verið að vekja athygli á þessu og ég held að séu árið þannig að við getum ekki beðið lengur. Við þurfum verulega að þora að taka ákvarðanir í þessu máli og horfa til langrar framtíðar. Það er ljóst að óbreyttu ástandi að þá
vestnar þetta bara og við þurfum að gera eitthvað sérstætt í þessu. Ég vildi bara vekja athygli á þessu. Þetta er erfitt mál og það eru margar leiðir í þessu. Þurfum við að taka reksturinn yfir í bæjarsjóð eða göngu til samstarfs við einhver aðila. Þetta er eitthvað verkefni sem við þurfum að fara að skoða og vinna í. Nú svo ber við að 5. mál á dagskrá fundar stjórnar Reykjaneshafnar þarf að ræða og samþykja sérstaklega. Vill forseti að því tilefni lesa það sem að því snýr og mun síðan gefa orðið laust. Er að ræða lántöku og hef ég nú lesturinn. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 20 milljónir króna. Til 7 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi veitt samanber heimild 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og veitir sveitarstjórnin Lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð. Samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þess ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaði. Lánið tekið til endurfjármögnunar afborgana af lánum Reykjaneshafnar sem fellur undir lánshæf verkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild eða hluta fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt. Farið svo að Reykjanesbæjar selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annars opinbers aðila skuldbindur Reykjanesbæjar sig til þess að tryggja að samhliða yfirtæki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt Kjartani Má Kjartanssyni kennitala 140561 4879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbæjar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar. Nú orðið laust þessa lánveitingu til Reykjaneshafnar. Nú lögum samkvæmt mun ég bera hann undir fundin til samþykktar sérstaklega. Þeir sem geta samþykkt þessa lánveitingu vinsamlegast gefur merki. Og hún samþykkt 11.0. Nú fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar til umræðu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bæjarstjóri hefur kastið hljóðs, gjör svo vel bæjarstjóri. Forseti, ég vil bara vekja athygli bæjarfulltrúa á 3. máli en þar verið að enn og aftur að tala tekjur sem ekki skila sér og þetta þýðir það að við þurfum að gera viðauka við fjárhagsáætlun og senda til ráðuneytisins og fá samþykki eða synjun á hann en ég á nú ekki vona öðru en að viðaukin verið samþykktur en þetta mun hafa náttúrulega áhrif á afkomu ársins sem þessu nemur. Baldur Guðmundsson hefur kastið hljóðs, gjör svo vel Baldur, velkomin í pontu. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og engin gestur. Bara Það leiði mig það að taka undir með Friðjóni að þetta er mjög vond staða Reykjaneshafnar. Getum sagt sem svo að við erum með 2 lík í Helguvík og þau eru farin að skemma þetta aldrei út frá sér.
og þetta er bara þyngri en tárum tæki hvernig komið fyrir þessari svakalega fínu hafnaraðstöðu. Þetta er eitthvað sem við ættum að geta notað í tengslum við flugvöllin sem er bara önnur samgöngu aðstæða sem er mjög mikilvæg fyrir okkur og því miður þá hefur þetta farið mjög illa. Þessi stóru verkefni sem voru fyrirhuguð í Helguvík. Og ég ætla ekkert að fara að afsaka eitt eða neitt. Ég tók þátt í atkvæðagreiðslu með öðru verkefninu. Maður sér náttúrulega bara eftir því, þetta fór hræðilega. En álverið er lengra síðan, ég var aldrei hrifinn af þessu álverið hvort þið en það er allt annað mál og skiptir engu máli. Ég veit bara að við getum fara að tala um þetta, að það eru tækifærið þarna, það gengur illa að koma þeim í gang. Og við erum búin að fækka starfsmönnum og þá spyr maður sig af því að atvinnutækifærin eru komin inn í aðra nefnd núna, kalla Súlan eða menningar og atvinnuráð, eitthvað þvílíkt og hvort að við ættum að fækka í þessari stjórn úr 5 í 3. Og ég er ekki að leggja fram formlega tillögu, heldur að við bara hugsa þetta aðeins. Ég ætla ekki að setja ykkur í vandræði með að koma með einhverja leiðenda tillögu sem þau þurfum að neita. En allavega, þetta er það sem mig langar að deila með ykkur, sem hugleiðingum. Já, með leyfi fundarins langar forseti að segja nokkur orð um þetta. Bæjarfulltrúi Baldur má ekki gleyma því að hann geti mögulega komið með tillögu sem að yrði hér samþykkt, 11-0. Það er alveg rétt að það myndi kannski heyra til undantekninga en auðvitað er þetta vettvangurinn til þess að koma með tillögur og hafa virk skoðanaskipti. Mér langar samt sem áður að taka undir með báðum þeim Kjartani Má og Baldri að þetta er mikið áhyggjuefni og ég held að það sé eitt af svona stærri verkefnum bæjarstjórnar og Reykjanesbæjar og þar að leiðandi eiginlega íbúa okkar líka að velta fyrir okkur hvaða framtíðarsýn við höfum og stöndum frammi fyrir í Helguvík. Mannvirkin sem hefur verið fjárfest í standa fyrir sínu. Það liggur fyrir að hafnarstjóri hefur verið að vinna því að reyna að gera þau enn betur úr garði svo að þau geti tekið við þjónustu með tillögum sem snúa að stækkun á hafnargarði og það eru, vil ég trúa, sóknarfæri í Helguvík fyrir allskyns starfsemi en það er rétt hjá bæjarfulltrúa Baldri að það hefur orðið til nýtt ráð sem meðal annars hefur það á dagskrá sinni að reyna að efla og laða hér að fyrirtæki og atvinnurekstur og starfsemi. Og vonandi mun það ráð ásamt svo sem öðrum atorkumiklum aðilum í sveitarfélaginu finna verkefni sem að hæfa Reykjaneshöfn. Það er allavega mín von. Ég held að við verðum að horfast í augu við raunveruleikann og raunveruleikinn blasir við að höfnin stendur illa og þó að þetta hef ekki verið formlega tillaga hjá bæjarfulltrúa Baldri þá held ég að við hljótum að þurfa að horfast í augu við þann raunveruleika að kannski gæti staðan verið svo að við neyðumst til þess að taka höfnina fyrir fullt og allt í fangið. Vonandi ekki. En við höfum auðvitað svo sem ekki mikinn tíma til stefnu því að hún er ekki rekstrar færum langa hríð nema tilkomi ný verkefni sem að skilinni tekjum. Og orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur hvað sér ljós, gerð svo vel Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar, bara svona í framhjólabili geta þess að Súlan verkefnastofan er að vinna með höfninu, hafnarstjóra og hefur átt viðræði við nokkra aðila hugsanlega viðskipti til framtíðar bæði eða aðila í Helguvík og þannig að menn eru verulega að pæla í þessu núna og hvernig við getum tekist á við þessi mál og ég er mjög ánægður með það að
að okkar starfsmenn séu konur á stað að ræða við bæði við sveitarfélög og einkaaðila og hugsanlegt samstarf. Það komið af stað en ég vil nú segja samt að það borgar sér ekki að nefna eitt eða neitt fyrir en eitthvað er komið á blað. Við höfum upplifað það mikið gennum tíðina að vonast til og ekkert gerist en þannig að við skulum vona þess að vinni skil árangri en hérna ég er mjög ánægður með það samstarf sem er á milli hafnarstjóra og Súlunar og menn eru mjög meðvitaður það að hér þarf að gera eitthvað. Nú orðið er laust. Ef það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þá ber ég fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. október upp við fundinn til samþykktar þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiði merki. Og hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð fræðsluráðs frá 25. október og er orðið laust fundargerð fræðsluráðs. Er einhver bæjarfulltrúi sem að kveða sér hljóðs varðandi fundargerð fræðsluráðs? Svo er ekki og gefi ég bæjarstjóra orðið. Gjör svo vel, Kjartan Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í gær fór fram skólaþing sveitarfélaga sem er árlegur viðburður á Grand Hotel í Reykjavík. Þar mættu sveitarstjórnarmenn og skólanefndir og starfsmenn skóla og menntakerfisins svona heilt yfir. Og umræðuefnið á þessu þingi í gær, rekstur grunnskóla og skólana er stærsta verkefni sveitarfélaga eins og þið vitið. Og umræðuefnið í gær var skóli framtíðarinnar eða svona mjög víðtækar og fínir fyrirlestrar og ræður og pælingar það hvort að við séum á réttri leið yfir höfuð með rekstur skólakerfisins á Íslandi. Ekki bara grunnskólana heldur leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla og hvort að þetta er akkurat rétta mótilið og erum við að fást við réttu viðfangsefnin og svo framvegis. Það voru fínar umræður á borðum, það var raðað til borðs, það var búið að raða væntanlega til að hafa þetta sig fjölbreyttast og þannig að maður gæti ekki sest með einhvern sem að maður þekkti eða vildi endilega sitja hjá og þannig að þetta var bara vel að þessu staðu undirbúið og það voru líka held ég á öllum borðum fulltrúar ungmennaráða. Þannig að það var einn ungur á hverju borði og það var mjög fróðlegt að heyra sjónarmið barnanna og ungmennana skólakerfið og námsmat og ýmislegt fleira sem þarna var rætt. Þarna töluðu prófessorar og doktorar frá Háskóla Íslands og mikið af góðu fólki og þau eitthvað sem ekki gátu verið þetta í gær. Ég hvet ykkur til þess að horfa á upptökur af þinginu. Ég held að þetta hafi allt verið tekið upp inn á vef sambandsins. Ég ætla hérna með leyfi forseta aðeins bara að gefa ykkur innsýn inn í þær spurningar sem ég pikkaði upp og menn voru að velta fyrir sér á þessu þingi og mér fannst áhugaverðar og þær voru miklu fleiri. Ég með nokkuð margar hérna, svo ég ætla bara svona aðeins að leyfa ykkur að heyra hvað menn voru að velta fyrir sér. Hvernig er best að skipuleggja menntakerfið svo það þjóni 21. öldinni? Hvað á að kenna í skólum og hvað eiga heimilin að sjá og bera ábyrgð á? Og hugsanlega aðrir aðilar en heimili og skóli. Er núverandi fyrirkomulag og aldursskipting hinn eina rétta? Leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli, háskóli. Ætti að safna úlingum meira saman, fara aftur í úlingaskólana eins og var og sums staðar það þannig. Á að auka fjölbreytileikann og hvetja til frekari stofnunar einkaskóla eða sjálfstætt starfandi skóla. Núskólinn í Hafnarfirði var þarna með mjög flott innlegg og er einungis 70 nemenda skóla í mann rétt eða 68 nemendur og er gríðarlega vel heppnað verkefni. Er sanngjarnt að sveitarfélag greiði aðeins innan gæsalappa 75% af meðalkostnaði per nemanda
til sjálfstætt rekinna skóla, akkur greiða sveitarfélög ekki 100% með einkaskólum. Hvað og hvernig ætlum við að mæta þeirri staðreynd að þriðjungur ungra drengja getur ekki lesið sér til gagns? Er eðlilegt að Ísland eða grunnskólakerfi á Íslandi sé það dýrasta í heimi og að Ísland reki dýrasta skólakerfi í heimi en skori lágt til dæmis í PISA-könnun? Fyrir samanhættan hljóð og mynd. Er kennsla í skapandi greinum næg? Er kennsla í gagnrýnni hugsun næg? Og svo kemur kannski svo spurning sem að mér fannst hvað áhugaverðust, og hún er þessi: hver ber ábyrgð á að breyta ef það þarf að breyta? Hver á að leiða breytingar? Eru það skólastjórar? Eru það kennarar? Eða eru það kannski sveitarstjórnarmenn? Við rekum jú, eða sveitarfélögin reka skólana. Eða er það menntamálaráðuneytið? Eða foreldrar? Eða allir þessir í bland, en einhver verður að leiða málið. Það komi ekki skýr svör við þessu. Meira á að banna farsíma í skólum. Það voru skipt á skoðanu þetta. Á að innleiða vendikennslu víðar. Nú skólinn í Hafnarfirði er að nota iPada og vendikennslu með mjög góðum árangri. Er nauðsynlegt að fjölga karlkennurum, og akkur er ég að pæla í því? Jú, það er vegna þess. Já, ég var með hérna tölur, ég er ekki með þær, en það var sem sagt, jú, ég er með þær hérna. Held ég, örugglega fyrirgefið afsakaði þetta fústi. Að árið 1998 voru 26% kennara með menntun. Árið 1998 voru 26% af þeim karlar. Árið 2018 voru 18% menntaðra kennara karlar og núna eru 11,7% 11,7% nemenda í kennaranámi í Háskóla Íslands karlar. Og gæti þetta haft áhrif á hvernig drengir eru að upplifa sig í skólum? Þetta var ein risaspurning. Er kennarastéttin á Íslandi of gömul? Við erum í samanburði við aðrar þjóðir sem við berum okkur saman við. Þá eru menntaði kennarar, meðalaldur þeirra á Íslandi mjög hár. Hvernig er best að takast á við fjölmenninguna? Hvernig undirbúum við kennara best? Hvað finnst okkur, foreldrum, kennurum, atvinnulífinu og það 24 tillögur samtaka atvinnulífsins sem að vildi þannig til að var með kynningafund í hádeginu í gær í sama húsi og ég spurði hvort þetta væri ásett að ráði en það var ekki. Þetta var bara tilviljun að þetta fór þannig. Okkur var boðið og ég fór þarna í hádeginu og hlustaði á kynningu samtaka atvinnulífsins. Og margar fínar tillögur, þar er líka margar sem að ég veit að, eða þykist vita að ég eftir að svona, það verði ákveðin anstafið. Þau voru tala um að stytta skólan og grunnskólan og fækka árum en ekki kennslustundum og svo framvegis. Og hver ætlar að taka og leiða afstöðu okkar sveitarfélagana til þessara tillagna? Hver og hvernig á að bregðast við þessum hugmyndum? Þarf að mennta foreldra betur. Það kom til dæmis fram á þessu þingi í gær að ef þú skráir hund, fær leyfi til að halda hund, þá þarfst að fara á námskeið í einhverja daga eða vikur. Það kom ekki alveg fram. Ef þú færði hvolp, þá þarfst að fara á námskeið. En þú þarfst ekki að fara á námskeið ef þú átt barn, frekar þú vilt, og læra að vera foreldri. Er samstarf heimili og skóla eins og best verður á kosið? Eða þarf að bæta það. Og að lokum þá spunnust þarna heilmiklar umræður skóla án aðgreiningar, námsmat. Krakkarnir höfðu á mínu borði var nemandi í 10. bekk úr Garðabæ sem var í ungmennaráðinu þar og hún sagði ég er í 10. bekk og námsmatið sem að ég hef búið við alla mína grunnskólagöngu
ég hef ekki hugmynd hvar ég stend. Ég hef bara ekki hugmynd það. Því að það sem ég fæ að vita eru setningar, það símat og það sko á réttri leið. Hún tilgreindi svona einhver orð sem eru notuð í þessu námsmati allavega í þeim skóla. Og hún sagði ég get ekki beðið eftir að komast í framhaldsskóla og fara að fá bara einkunnir í tölustöðum, eitthvað sem ég skil og veit hvar ég stend sko. Og þetta var heilmikil umræða þetta. Og með skóla og aðgreininga þá voru líka menn að velta fyrir sér öllu því kerfi sem við þurfum að viðhafa og útbúa og halda úti varðandi nemendur með misjafna þarfir, ætlum við að vera með einhverfudeild í öllum skólum og svo framvegis. Þannig að það voru heilmiklar umræður og pælingur af þetta. Þannig að þetta risavaxið verkefni, skólarnir eru risavaxið verkefni og það sem ég finnst standa upp úr þessum degi í gær hver ætlar að taka forystu í þessu máli? Ætlum við að gera það? Ætlum við að fara af stað núna, setjast þetta menn og svona bregðast við þessu öllu saman? Eða ætlum við að bara bíða og sjá og hinkra og eftir að einhver annar taki af skarið? Takk fyrir bæjarstjóri. Anna Sigríður Jóhannsdóttir og Kassi Ljós, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég þakka bæjarstjórunum fyrir bara gott innlegg þetta skólaþing sem haldið var í gær. Ég misti af því en ég mun klárlega skoða allar upptökurnar sem að bæjarstjóri bent okkur á. Því að eins og við höfum rætt margoft hérna áður í bæjarstjórn þá fer mjög mikið fjármagn í fræðslumál og undir fundargerð fræðsluráðs þá fyrsta mál sérhæft námsúrræði og ég kynnti mér þetta mál vel og hér erum við að tala áskorun frá foreldrum með barn sem væntanlega í leikskóla á leiðinni í grunnskóla og foreldrum eru strax farnir að hafa áhyggjur af því að grunnskólarnir í Reykjanesbæ geta í rauninni ekki sinnt barninu nægilega vel vegna greiningar. Og ég skil mjög vel foreldrina í þessu máli. Hérna barnið væntanlega búin að fá greiningu sem að hann fær, þessi drengur, hann fær eftir 4 ára aldur sem einhverju greining. Og við erum með eitt skóla, ef ég man rétt, sem Holtaskóli, með deild fyrir börn sem eru greind með einhverfu og þessir foreldrar óska eftir að komast í Holtaskóla en eru bara ekki vissir að barnið komist í þessa deild vegna þess að deildin hreinlega full. Og þá áskorun til bæjarins að opna fleiri deildir. Og eins og bæjarstjórinn nefndi áðan, þá þetta allt spurningum hverjir ráða þegar einhverju þarf að breyta. Við þurfum að hérna verið óska eftir breytingu að við stofnum fleiri deildir við aðra grunnskóla. Við erum að fara að byrja að reka 7. grunnskólan, ætlum að stofna einhverju deild við nýja Stapaskóla eða einhverju aðra deildir. Þetta er mikilvæg spurning og ég skil vel foreldra sem eru með þessar greiningar að þau þurfa að komast í góða skóla þar sem þessu sinnt nægilega vel. Því ég veit það, ég á börn í Holtaskóla og ég veit til að fólk hefur hreinlega flutt í Reykjanesbæ vegna þess að þeim finnst deildin hér, þar sem einhver börn eru, mjög góð og góð þjónusta. Þá flytur fólk úr öðrum sveitarfélögum hingað að þau vilja börnin alist hér upp í grunnskóla. Það góði skólar hér. Þannig að við megum vera stolt af skólum okkar en þetta allt spurning hvaða sérhæfðu námsúrræði ætlum við að bjóða og hvernig deildir ætlum við að bjóða við alla skólan okkar. Því það eru mörg önnur sérhæfðu úrræði sem það líka að skoða. Hérna kom í þessari fundargerð komið fram margar starfsáætlanir og það eru mjög vel unnar. Ég vil hrósa kennurum og starfsfólki skólana fyrir mjög góðar starfsáætlanir. Og að lokum varðandi skólaþingi sem Kjartan sagði, þá þetta virkilega áhugaverðar spurningar sem hafa verið að velta fyrir sér hverju að breyta og hver á að ráða og hver á að gera þetta. Mér langar að nefna að ég fylgdist með
einmitt tillögum frá samtökum atvinnulífsins og einni í gærkvöldi í Kastljósþætti þar sem að formaður Kennarasambandsins var að ræða sína hliðar á menntamálum og breytingum ásamt starfsmönnum frá sambandinu, að það var virkilega áhugavert að hlusta á það. Það er eitthvað sem við þurfum líka að skoða hér í Reykjanesbæ. Hvað viljum við gera? Getum við ráðið einhverju? Getum við tekið ákvarðanir bara í Reykjanesbæ? Getum við tekið ákvarðanir að bara eitthvað dæmi sem er bara gert nákvæmlega eins í öllum grunnskólum á landinu, öll börn í grunnskólum hreyfa sig 2 í viku í íþróttum og 1 sinni í sundi. Getum við tekið þessi ákvörðun bara sem Reykjanesbær? Við ætlum að bjóða öllum börnum í Reykjanesbæ upp á hreyfingu á hverjum degi, 5 sinnum í viku. Þurfum við að fá leyfi hjá menntamálaráðherra til þess að gera þessar breytingar. Þetta er akkurat það sem bæjarstjórinn er að segja, hver á að ráða? Hver á að ráða öllum breytingunum? En það sem ég langar að segja að lokum er að þeir sem starfa í menntageiranum á Íslandi, þeir sem starfa í menntamálaráðuneytinu, þeir sem starfa í menntamálum, þeir þurfu líka að fara að skoða rannsóknir. Hvað er að virka? Við þurfum ekki alltaf að vera að finna upp hjólið. Af hverju eru við með 27,5% barna í sérúrræðum á Íslandi þegar erlendar rannsóknir sína að þeir eiga einungis 5% barna að vera með sérúrræði? Af hverju eru við þá með 1/3 nemenda í sérúrræði? Við þurfum að skoða hvers vegna og hver tekur ákvörðun breytingar þar. Já, þetta er áhugaverð umræða og forseti langar aðeins að koma inn á nokkra punktar sem hér hafa komið fram. Fyrst ber að nefna hver liggur ábyrgðin. Ábyrgðin liggur meðal annars hjá okkur. Ef ég er ekki að fara rangt með þá held ég að ef við myndum skipta bæjarstjórninu upp eftir menntun þá eru væntanlega flestir með kennaramenntun. Það er áhugaverð staðreynd. Bæjarstjóri stýriði hérna tónlistarskóla töluverða hríð og sjálfur er ég að stýra menntastofnun. Nú það liggur fyrir að Reykjanesbær hefur einmitt verið þekktur fyrir það að vera með góða skóla undanfarin ár sem er mikið fagnaðarefni. Og við erum að leggja þessum málaflokki til langhæstu útgjöldin á þeirri fjárhagsáætlun sem við erum að fara að ræða hérna á næstu vikum. En við getum eflaust sett endalaust af peningum í menntamál eins og hér hefur komið fram snýst þetta svolítið hver árangurinn er. Ég hef verið á þeirri skoðun að við þurfum að gera líka kröfur það hvað við ætlumst til að menntakerfinu okkar og kennurunum okkar. Það blasir við í Reykjanesbæ að menntuðum kennurum fer fækkandi sem er mikið áhyggjuefni með fullri virðingu fyrir þeim góðu leiðbeinendum sem eru í okkar skólum. Það liggur fyrir að við þurfum að gera gangskör í því að tryggja það að við séum með menntaða og góða kennara. Nú, Anna Sigríður myndist einnig á þessar greiningar sem að hafa komið fram í rannsóknum á undanförnu. Það er líka áhyggjuefni fyrir okkur. Nú, svona út frá lýðheilsulegu sjónarmiði þá velti ég fyrir mér hvort að þarna séum oflækningar að ræða, hvort að við séum að greina of marga eða bara hvort að samanburðarlöndin sé að greina allt of fáa. Það má vel vera að það sé líka staðreynd málsins að við séum hreinlega með snemmtækri íhlutun að ná fleirum sem að þurfa á sérúrræði að halda og ég vænti þess að ef svo er í botni búið þá mun það væntilega skila betri árangri þegar framleiða stundir, þegar fólk fær aðstoð við hæfi strax og snemma á sinni skólagöngu. Nú varðandi hreyfingu barna, það hefur löngum verið ljóst og eru gamlar rannsóknir sem að sýna það að það eru minnstu kosti 15 ára gamlar að virk hreyfing barna skilar betri námsárangri og við erum einmitt að fara þá leið hér í þessari bæjarstjórn með samþykkt okkar ágætu stefnu að reyna að samþætta betur þá þætti sem að snúa að hreyfingu, íþróttum og tómstundum barna og skólastarfi. Ég held að það sé vel, ég held að það sé framtíðin og síðan vil ég að lokum minnast á það sem að bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson kom inn á
sem að snýra að menntun yngstu kynslóðinnar okkar, hvort að leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar, háskólar, hvort að við séum að stilla þessum þáttum öllum rétt upp. Það er mín skoðun og hefur verið nokkra hríð að við þurfum að fara að velta fyrir okkur hvort að leikskólar þurfum ekki að koma inn sem lögbundin þjónusta sveitarfélaga og ríkis. Það sem að það verður algengar og algengar að börn í leikskólum fái einmitt það sem við köllum hefðbundna menntun og þar að leiðandi hljóta öll börn að eiga þann rétt að geta notið þeirra menntunar óháð því hvort að foreldrar hafi efna á því að setja börnin sín í leikskóla eður ei. Við setjum þær kvaðir á fjölskylduna strax þegar börnin eru 6 ára gömul, þá fara þau í grunnskóla og þeim ber að fara í grunnskóla hvað sem að foreldrun líka betur eða verð. Það er skólaskylda og þá velti ég einmitt fyrir mér hvort að leikskólaskylda sé handan við hornið á næstu árum. Mér finnst það eðlileg þróun. Við sjáum líka í rannsóknum að félagsfærni barna sem að fá að fara í leikskóla er betri heldur en annara. Þannig að þetta eru allt álitnar spurningar en staðreyndin er samt sem áður svo að grunnskólakerfið er á okkar höndum. Við höfum tölvöld mikið það að segja hvert það stefnir og Reykjanesbær hefur einmitt undanfarin ár, mér langar að segja svona undanfarin 20 ár, einmitt lagt mikið upp úr því að reyna að bæta grunnskólana og staðið reynda líka vörðum framhaldsskólan, Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Við sjáum að samband sveitarfélaga á Suðurnesjum hefur meðal annars stutt við þann skóla dyggilega og það sem að Keilir auðvitað stendur mér næst, þá hefur verið mikill velvilji í garð hans einnig. Enda náttúrulega blasir við að við erum rétt valla hálfdrættingur í samanburði við aðra önnur svæði á landinu þegar kemur að menntunarstigi. Við erum langt á eftir í framhaldsmenntuninni og ég veit ekki af hverju við ættum að sætta okkur við það. Mér finnst það óásættanlegt að við séum, ef ég man rétt tölurnar, 18,5% á Suðurnesjum og 38,5% meðaltalið á landsvísu. Það er áhyggjuefni fyrir okkur öll. Ég held að við myndum nú eflaust ef að staðan væri þannig að útkoma í prófum hérna í grunnskólum væri helmingi lakari eða við værum helmingi lakari heldur en samanburðar svæði á landinu í einhverju. Við höfum nú kvartað yfir því að við mættum vera heilsuhraustari en það er samt sem áður auðvitað bara við erum kannski aftarlega í einhverjum mælingum en við erum samt sem áður stöndum aldrei eins illa eins og þarna. Þannig að ég segi við þessari spurningu bæjarstjóra, ég held að ábyrgðin sé einmitt hér, þó hún sé auðvitað á okkur öllum. En við erum auðvitað kjörinn til þess að hafa áhrif. Bæjarbúar hafa ákveðið að kjósa okkur til áhrifa. Þannig að ég vænti þess og er fullviss það, að við munum öll leggjast á árarnar til þess að reyna að mæta þessum áskorunum á þessu kjörtímabili svo sem og vonandi bara í framtíðinni. Nú orðið laust fundagerð fræðsluráðs, fleiri sem vilja taka til máls. Baldur Guðmundsson hefur kvassið ljós, gerð svo vel Baldur. Forseti og góði bæjarfulltrúar, þetta er bara stórmál, maður er búinn að setja allan hringinn í þessu verkefni skóla, maður er náttúrulega verið í skóla og átt börn í skóla, verið í foreldraráði, verið kennari, verið í fræðsluráði og núna er ég komin inn í ráðuneyti, í menntamálaráðuneytið. Já, svona eitt og annað eftir til að ná heilli mynd á þetta, en það er greinlegt að það er eitthvað svona, gerjun eða, ekki, það er stund að tala í svona stjórnarfræðin svona krísa og það er ekkit endilega að þetta allt sé að fara til fjandans, heldur bara að það er ákveðin svona vaxtarverkir. Það eru 20 ár síðan að það var ákveðið að skólar skyldu vera einsetnir
og það eru 23 ár síðan að við fengum verkefnið til okkar að reka grunnskólana og þetta er kannski bara eðlilegt að það er búið að taka langan tíma að ná bara utanum það. Það sem gerist náttúrulega er bara að kröfunar hafa orðið meiri þegar búið að færa grunnskólana til samfélagsins, þá hafa kröfunar orðið meiri. Það er bara búið að setja meiri kröfur á skólastarfið og greiningar, sálfræðiþjónustu, þjónustan í skólunum hefur stór aukist. Það hefur ekkert alltaf fyllt fé með og þá kem ég að þessu sem er flottar pælingar sem að Kjartan lagði hérna borð fyrir okkur. Það er þetta hver á að gera hvað sko. Við fáum bara þetta verkefni, það er bara lögbundið. Við eigum að reka grunnskólana en við ráðum ekki öllu sko. Við höfum mikið svigrúm en til dæmis það laun kennara, það er mjög takmarkað svigrúm sem við höfum þar. Þar setjum við þetta í hendurnar á Sambandi íslenskra sveitarfélaga, nefnd sem að vinnur með kennarasamböndunum að launasetningu. Markmiðasetning fyrir fram í menntamálaráðuneytinu svolítið mikið. Við fáum skipanir þaðan, hvernig á skólastarfið að vera, hvernig er fyrirmynda skólastarf og það er verið að vinna fullt af verkefnum þar, hvernig kennsluefni eigum að hafa. Þá erum við menntamálastofnun sem er svona tiltölulega nýtt fyrirbæri og er líka að fara í gegnum svona vaxtaverki. Þannig að þaðan kemur námsefnið. Þannig að þetta er á mjög mörgum höndum. Þannig að það er mjög gott finnst mér bara að Samtök atvinnulífsins skuli stíga inn og vilja leggja til sínar hugmyndir varðandi skólastarfið vegna þess að við erum á þessum krossgötum sko. Hvernig viljum við færa þetta upp á næsta stig? Við erum búin að færa þetta yfir til sveitarfélagana. Við ætlum ekki að skila þessu en hugsanlega þurfum við út af því að það eru auknar álögur á okkur í þessu. Kannski þurfum við meiri peningi í þetta og það sé bara þjóðarátak að það sé allir sammála það að það fari meira inn í skólana og þá bara fáum við stærri hluta af þessum útsvarstekjum. Við erum að spyrja mjög stóra spurninga og ég ætla ekki að setja að fela bæjarstjóra að vinna í málunni áfram. Heldur við eigum öll að vera að vinna í þessu og hugsa hvernig getum við stíga næsta skref í bara menntamálum þjóðarinnar. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið. Ef svo er ekki, þá er fundargerð fræðsluárs frá 21.5. október borin upp til fundin til samþykkta þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt 11.0. Nú síðast á dagskráni er fundargerð barnaverndarnefndar frá 28. október er hún lögð fram, ekki hér til umræðu og er þá dagskrá tæmt og ger ég nú hlé á fundi svo hægt sé að ganga frá fundargerð.
575. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll 15. nóvember 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þ. Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Styrmi Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Ríkharður Ibsen, Gunnar Felix Rúnarsson, Jasmína Sernek og Eydís Hents Pétursdóttir, Kjartan Már Kjartansson og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta máli fundargerðir bæjarráðs frá 17., 24. og 31. október. Forseti gaf orðalaust fundargerðirnar. Til máls tóku Díana Hilmarsdóttir, Jasmín Sernek og Guðbrandur Einarsson. Til máls tók Ríkharður Ibsen Sjálfstæðisflokki lagði fram eftirfarandi tillögu og með leyfi forseta mun ég ekki lesa en tillagan barst rafrænt. Til máls tóku Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson, Baldur Þ. Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, Ríkharður Ibsen og Kjartan Már Kjartansson. Forseti bar tillögu Sjálfstæðisflokksins undir atkvæði og var hún felld með 6 atkvæðum Samfylkingar, Framsóknarflokks og beinna leiðar gegn 3 atkvæðum Sjálfstæðisflokks. Fulltrúar Frjáls afls og Miðflokks sátu hjá. Fundargerðirnar samþykktar 11-0. Og annað mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. október og 1. nóvember 2019. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 18. október sérstaklega samþykktar. 3. liður fundargerðarinnar Faxabraut 9 fyrirspurn á samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 7. liður fundargerðarinnar Tunguvegur 6 fyrirspurn var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 10. liður fundargerðarinnar Mardalur 1-3 og 2-4 niðurstaða greindarkynningar var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf síðan orðalaust fundargerðina og var hún samþykkt án umræðu að öðru leyti 11-0. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 1. nóvember til sérstaklega samþykktar. 3. liður fundargerðarinnar Bóatröð 13 var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 4. liður fundargerðarinnar Flugvellir 20 fyrirspurn var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 5. liður fundargerðarinnar Dalsbraut 15 skipulagsbreyting var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 8. liður fundargerðarinnar Aðgerðaáætlun gegn hávaða 2018 til 2023 var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf síðan orðalaust fundargerðina og til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Baldur Guðmundsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Fundargerðin samþykkt á öðru leyti 11-0. 3. mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 17. október. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Og 4. máli fundargerð framtíðarnefndar frá 23. október. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Baldur Þ. Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson og Ríkharður Ibsen og fundargerðin samþykkt 11-0. Og 5. mál er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. október 2019 og forseti bar fyrst hér upp heimild 5. mál frá 234. fundi stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. október og með leyfi forseta mun ég ekki lesa upp heimildina. En heimildin var samþykkt því að hún barst rafrænt, en heimildin var samþykkt 11-0. Forseti gaf orðalaust til máls tóku Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Baldur Þ. Guðmundsson og Jóhann Friðrik Friðriksson og fundargerðin samþykkt á öðru leyti 11-0. 7. máli fundargerð fræðsluráðs frá 25. október 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Kjartan Már Kjartansson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og Baldur Þ. Guðmundsson. Fundargerðin samþykkt 11-0. 7. máli fundargerð barnaverndarnefndar frá 28. október og fundargerðin var lögð fram. Nú ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundargerð 575. fundar bæjarstjórnar fyrir, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vissulega skeiði merki. Er allir að gefa merki? Mér sýnst hún vera samþykkt 11-0. Þakka ykkur fyrir góðan og líflegan fund og ég segi fundi slitið.